Komið þið sæl, mínir herrar, bár og stál. Við erum mætt á jólamót GT Akademíunnar og Stratos. Og keppnin í kvöld er á Spa-Francorchamps brautinni í Belgíu. Tímatakan er hafin, hún verður hér í 30 mínútur og allir keppendur eru út á brautinni á sama tíma að reyna að setja sinn besta tíma. Við erum með, Rúnar, hvað erum við með marga keppendur skráða hér til leiks í kvöld? Ég held að ég hafi talið 14 áðan, 14 eða 16. 14 eða 16, það er ágætismæting, enda ekki skrítið. Jólamót GT Akademíunnar er eitt vinsælasta mót, einstaka mót Akademíunnar á ári hverju og í ár er það sponsorað af fyrirtæki sem heitir Stratos sem leggur til verðlaunafé fyrir fyrstu 3 sætin auk þess að vera með sérstakt verðlaunafé fyrir hraðasta hringinn í keppninni. Þannig að það er til mikils að vinna og já, við búumst við mjög skemmtilegum kappakstri. Keppnin í kvöld er 2 tímar, þannig að það má alveg flokka þetta sem endurance kappakstur eða þolakstur. Og það kannski það merkilegasta við keppnina er að það er spáð rigningu síðar í kvöld. Ég veit ekki alveg nákvæma stöðu, enda veit það svo sem enginn hvað veður varðar, en það er fyrir eitthvað augljóst að bílar koma til með að þurfa að skipta um dekk í keppninni ásamt því að taka bæta á eldsneytið. Þannig að það verður mikið framrástra hvort sem þeir séu á brautinni sjálfri eða við þjónustu stoppin. Svo ég lesi nú aðeins upp nöfn keppenda hér í sem eru skráðir til leiks. Þá er það Gunnar Karl Vignesson sem leiðir formúludeildina hér í Akademíunni, sem er sería sem að 10 keppnir á 10 keppna sería á formúlubílum. Þannig að Gunnar Karl er mættur hérna, hann er sigurstranglegur. Aron Breki, Patrekur Magnússon, Ívar Máni Annarsson, Stefán Freyr Margrétarsson, Hákon Jökulsson, Alexander Hauksson, Eyjólfur Jónsson, Matteo Lafisca frá Ítalíu, hann er eini Ítalinn hér í kvöld. Svo er það Aron Óskarsson, Karl Thoroddsen, Hinrik Haraldsson, Yngvi Jón Gunnarsson, Óskar Aron Stefánsson, Þórhallur Ingi Jónsson, Valdimar Árnason og Sigurgeir Lúðvíksson. Þannig að þetta eru 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mér sýnist þetta að vera 20 keppendur. Sýnir til hérna. Vonda staðfest hérna á eftir. En á meðan tæknigúrúar GT Akademíunnar reyna að fá upp tímaskjána, þá eru við hérna að fylgjast með Kalla, setja hraðan hring, sýnist mér. Þetta er í umferð, þannig að það mun trufla hann aðeins hérna þegar hann fer í gegnum síkeinin inn á beinakaflann. Þannig ég gerir ráð fyrir að hann sé að halda áfram á annan hraðan hring.
við erum hérna bormiðanum þegar hann fer í gegnum La Source sem hægasta beygja brautarinnar, jafnframt svo fyrsta. Og hér í þurru ættur að geta verið í botni næstu 2 kílómetrana í gegnum Jurús, Radillon og allan Kemmel beinakaflan þannig að þú kemur að Les Combs chicanunum. Slær aðeins þarna af, hann er greinilega ekki komið með hita í dekkin. Já, við sjáum það hérna að bíllinn undirstýrir aðeins sjáunum. Þannig að hann er ennþá að renna og hita í McLaren bílinn sinn. Við tala aðeins bílana sem að keppindur eru á. Þetta eru bílar í GT3 flokki. Þeir eru allir homologitaðir á sama kraft og sömu spekka. En eru þetta frá mismunandi framleiðendum. Karl Tólasson ykkur á McLaren 720S. Sigurgeir Lúðvíksson er á BMW M4. Svo erum við með Stefán Frey sem ykkur á Acura NSX Evo. Svo er einna nokkri sem er á Agá Porschenum. Porschen virðist vera vinsælasti bíllinn hér í kvöld. Það eru Yngvi Jón og Hinrik sem aga á honum ásamt Patriki, Matteo, Þórhallur Ingi er einnig á Porsche, Valdimar Árnason, Gunnar Karl, Aron Breki, Aron Óskarsson og Eyjólfur Jónsson er allir á Porschenum. Andri Maris, hann er einn af 4 sem ætla að nota Ferrari 296 hér í kvöld. Hákon Jökulsson er einnig á McLaren og þá er það held ég upptalið, ég sé ekki betur. Enda að fylgjast með Kalla hérna. Hann er með hraðasta tíma nú þegar. Það er 36.651. Öllum við getum að fara að bæta hann hérna. Já, hann tók nokkra hundraðslita af tímanum sem hann var með fyrir. En það er ennþá nægur tími eftir þessari tímatöku. Kalli út af í Les Combs og þar þá ég ekki að hringin og það var vissulega komið með Gunnar Karl við rassinn á sér. Þannig að Gunnar Karl hefur greinilega verið að nota fjölsóið niður Kemmel beinakaflan til þess að ná sér aðeins meira endarhraða og skafa það aðeins af tímanum sínum. En það sést það hérna vel að það verður hart slegist hér í kvöld fremstu sætin. Og Gunnar Karl á ennþá eftir að setja einhvern almennilegan tíma þótt hann sé sigurstranglegur til að byrja með. Eða fyrirfram vegna árangurs hans í formúludeildinni sem hann hefur sýnt ótrúlegan styrk. Þá getur allt gerst inn í kvöld. Og þetta eru auðvitað allt öðruvísi bílar heldur en þessir formúlubílar sem að formúludeildin hefur verið að aka á. Þannig að hér reynir á hvernig keppenda að aðlaga sig að því. Það var bara keppni hérna í síðustu viku á formúlubílum þannig að menn þurfa að hoppa úr einu í annað bara eins og ekkert sé.
Hérna erum við að fylgja eftir Hákoni í þyrlunni. Hákon er einn af þeim sigurstranglegri, bara með styrkan sem eru sýnt í öðrum mótum. Hann og Kalli, eins og ég sagði áðan, eru þeir einu sem eru á McLaren bílnum. Þetta er eitthvað auðþekkjanlegur bíl, meira séu fjarska. Þannig já, við erum bara svona að lifa tímanum aðeins að líða á meðan menn er að skafa jafnt og þetta af tímanum sínum og svo verður síðustu mínúna sem að verða hvað mest spennandi þegar maður sér þessa 10. hluta og 100. hluta þetta af rauðustu tímum og Spa-Francorchamps brautin er náttúrulega ein sögufrægasta kappakstursbraut í heiminum. Og byggð árið 1918 fyrst og þá var hún tæpir 15 km á lengd. En eftir seinni heimsstyrjöldina var hún minnkuð bæði varðandi öryggisatriði og rekstrarkostnað, þannig að í dag er hún rétt rúmir 7 km sem er samt ennþá ansi löng braut miðað við nútíma standard. 20 beygjur og fyrsti endurance kappaksturinn var haldinn fyrir 100 árum á þessari braut og 24 tíma kappakstur og önnur styrjöld staðreynd Aron Óskarsson sem að þið sjáðu kannski í töflunni sem broadcast guy, hann tók þátt í fyrsta þolaksturs-kappaksturinum á einn af fyrstu, það er ekki með 2 þolaksturnum á Íslandi í raunheimum og skilaði þar Volkswagen Jeti í 7. sæti eftir harða baráttu. Ég veit ekki hvort það var sko harðari barátta við í keppninni eða gera bílinn tilbúinn fyrir keppnina. Já, það voru náttúrulega átök. Það var ævintýri út af fyrir sig sko. En að koma einhverju 100 hestafla Jeti í 7. sæti í kringum 200-300 hestafla bíla er náttúrulega afrek út af fyrir sig líka. Já, og líka bara það var engin bensínmælir og einhver bensínsella í skottinu, þannig að þetta var svolítið bara svona ef að setja bensín á hann, já, örugglega. Já, ég held að það hefði enginn tekið jafn mörg pitstop og þessi Jetta. Nei, þetta fóru fyrstu hringinir í að reyna hvort við getum mælt sko hvað hann var að eyða og við gátum það ekki. Nei, við gátum kannski slumpað það. Já. Í besta falli. Heyrðu. Sjáðu hérna á skjánu núna að það eru langflestir sem eru á regndekkjum. Þið sjáðu þetta með hliðina á nafnið þeirra blámerkt þýðir að þeir eru að keyra á regndekkjum. Það er einfaldlega bara út af því að það rigndi hérna í æfingum þannig fyrr í dag og brautin er bara einfaldlega ennþá að þollu. Þannig að flest allir eru ennþá úti á regndekkjum að setja tíma en
Já, á næstu 12 mínúndunum brautina þarna eftir því sem fleiri bílar keyra brautina, þannig að við gætum alveg séð tímana hríðfalla hérna í lokin þegar brautin verður kannski orðin nógu þurr fyrir slikka. Þannig að það einnig vert að fylgjast með því af hvaða dekkjum menn eru og þeir kjörkuðustu fara náttúrulega eflaust á slikkana fyrstir, sko. Hákon var að bæta tíma sinn og komin upp í 3. sæti núna. Rúnar, hann á regndekkjum? Hákon? Hákon á regndekkjum. Hann á regndekkjum. Þeir eru núna, þeir eru farnir að tína stigar á klikkana sína. Þeir eru konið hana 5 komnir yfir á slikkana. Ásamt öðru sem ekki konir inn á tímatöfluna þegar ég hef ekki sett löglegan tíma. En þeir virðast vera, það eru allir út í braut nema 3. Hákon að bæta tíma sinn eins og 1,4 sekúndur að jafnaði. Hann öskufljótur í brautinu núna. Hann að lenda í trafík fyrir aftan hægari bíla sem að vonandi skemmi ekki of mikið fyrir honum, en akkurat á þessum kafla brautarnar eru ekki margir staðir til þess að komast fram úr eða hleypa fram úr annað borð, og þetta eru erfiðustu beygjukomplexin þessi nokkur hérna í gegn fyrir það að elta bíl. Það er mjög erfitt að elta bíla inn í gegn. Hann að tapa gífurlegum tíma að vera akkurat fyrir aftan hennar hóp á þessum tímapunkti. Brautin augljóslega að þarna hana, þannig að við erum að fara að sjá tímana lækka svolítið hjá keppendum þegar Hákon kemur inn á beinakaflann eftir síðustu beyguna, og við sjáum hann bætti sig 200 hluta slundis mér, 2,47. Hinrik Haraldsson á GT Akademíu Porsinum. Hann á nú eitt Porsche í raunheimum líka. Í alveg svona út úr spoileraðan, en undarlegur hann þó. Þegar hann kemur inn á Kemmel beinakaflann. Stefán Freyr að skjótast upp í annað sætið, 2:33, 9:56. Lítið á milli hans og Kalla í augnablikinu, ekki nema 100 hlutar. 100 hlutar, já. Úr sekundu, hvernig segir maður þetta? Við segjum bara 0,047.
Já, ég skil þig. Já, Nei, nei. er að stemma fyrir hver var þarna fyrir aftan hann. Hann hefur eflaust þetta ekki að segja. Það voru fyrir aftan hann í brautinni en það komast að því síðar. Þetta er Yngvi Jón á leiðin út úr breytinum. Hann er eflaust búinn að skipta yfir á slikkana líka eins og aðrir. hann er komin yfir á sleika. Kalli er ennþá að rekta hérna múti. Sjá, sólin er vissulega farin að skína á brautina þannig að hún ætti að þorna nokkuð hratt og örugglega. Kíkjum við aðeins yfir á veðrið, þá er 19 gráðu lofthiti. Hægur vindur, eða allavega ekki mikill vindur. Það er 11 km hraði á klukkstund. Og rakinn, það er 54% raki, þannig að alls ekki mikill raki í loftinu miðað við að hafa rigning áðan. Við sjáum líka að Kalli hendi sér upp í fyrsta sæti í smástund á regndekkjunum sínum. Já. Til að Gunni kom á slikkunum og sagði ég tek fyrsta dag. Já, og það er alveg heil sekúnda þarna sem aðskilur fyrsta og annað sætið sem er helviti mikið. Já, ég myndi halda að Kalli hljóti að fara að skella sér á slikkana. Og það ætti að sjá tíman hans líka detta aðeins niður. Já, en það er ekki nema 5,5 mínúta eftir af þessari tímatöku. Nei. Þannig að ef að Kalli ætlar að fara yfir á slikkana þá þarf hann að gera það ansi fljótlega, sko. En það Sigurgeir tekur núna annarsætið á hann þannig að Kalli er að detta niður töfluna. Þótt að standi broadcast-gæði þá er þetta Aron Óskarsson. Hann er einfaldlega sá sem sér vanlega útsendingarnar hér í akademíunni en in the spirit of Christmas þá fékk hann að keyra í þetta skiptið. Þetta er jólagjöfin hans frá akademíunni. Og hann þakkaði fyrir sig með því að skrá sig inn á vitlausum aðgang. En það eru 4 mínútur eftir og það eru 3 ökumenn sem hefur eftir að setja tíma. 2 af þeim eru út í braut. Já, það er erfitt að ná hreinum tíma hérna. Brautin er náttúrulega stór og þetta eru krefjandi aðstæður í smá raka og leið og bíll fer út fyrir braut með öll 4 dekkin út fyrir hvítilínuna sem eru hérna meðfram allir brautinni. Þá er tíminn bara sjálfkrafa ógildur. Já. Það þurfi ekki nema ein lítil mistök á sem stóra hring og tímiðin er farinn og þá auðvitað tekur rúmlega 2,5 mínútur að ná öðrum hring eins og þessi hérna. Þessi hringur er bara ónýtur. Já, bíllinn smá skemmtur líka. Við munum sjá hann hverfa inn í pit. En það er Andri Mari sem er ennþá út í braut sem er ekki búinn að setja tíma. En við sáum líka hvað veðurbreytingarnar hafa áhrif á toppslaginn að það er bara á síðustu 3 hringjum hafa 4 verið í fyrsta sætinu. Hákon er búinn að taka það núna. Algjörlega, eins og við töluðum áðan þá var tíminn að fara að hríðfalla hérna í lokin og hérna skiptir kannski bara máli hvar þú staðsettur á brautinni á síðasta hringnum sem mun skila þér toppsætinu, sko. En þá tæpar 3 mínútur þangað til að flaggið fellur og þeir sem hafa byrjað hring áður en að flaggið fellur fá að klára þann hring. Þannig að mér sýnist brautaþróunin bara vera slík þessa stundina að
brautin að hitna, hún að þorna og menn mættir á slikkana, þannig að þetta mun hafa mikil áhrif inn í lokin. Og Aron Breki hendi sér upp í fyrsta seti. 2:27. Við erum búin að sjá tíman að lækka hérna 6-7 sekúndur bara á síðustu 4-5 mínúndunum. Og það líka ef að ég skoði myndina hana á honum Aroni Breka, þá kannski sjáu að hann 12. Já, mér sýnist hann að vera með Max Verstappen derhúi. Það ekki verið, er þetta... Nei, 11. Er þetta Peres? Já, gamli Red Bull bísir. Peres, maður. En við sjáum líka bara með það hvað stutt sem við sögum að Kalli var í fyrsta setinu og hann dottið niður í 9. seti. Já, hvað er Kalli núna? Ég er forvitin að vita hvort hann sé ennþá á þessum regndekkjum og hann er ennþá á regndekkjum. Það var að koma sér upp í 7. núna. En þetta er áhugaverð strategía hjá honum. Því að hann er klárlega með hraðan til staðar, en þeir eru 2 sem eru í topp 10 sem eru ennþá á regndekkjunum. Það er Kalli og Aron sem að hanga á regndekkjunum. Aðrir hafa farið á slikkana og það sést bara á tímanum. Kalli er ekki ennþá komin undir 2:30 og meðan besti tíminn sem Hákon var að setja núna er 2:24. Það munar 6 sekúndum. Já, og það eru 8 sekúndur á milli Arons og regndekkjunum og Stefán Freys sem var að setja hraðasta tíma núna. Núna eru tímanir að hríðfalla þegar einungis hálf mínúta þangað til flaggið fellur og mér sýnist að með stöðu Kalla í brautinni að þetta sé síðasti hringurinn sem hann er að taka í þessari tímatöku. Það vantar einn á listan. Við sjáum hann að vinstra megin sem er Andri Maris, er bara því að það er ekki komin, hann er ekki ennþá búinn að ná löglegum tíma. Já. Aron Breki að farast upp í annarsætið og flaggið er fallið, þannig að það eru einungis þeir sem eru á hringjum núna. Bíll númer 72 er Yngvi Jón að koma yfir marki núna, bætir hann sig, hann gerir það ekki. Sigurgeir bætir sig ekki. Aron Breki. Valdimar Allarsson skjótast upp í 8. sætið, vel gert hjá honum, loksins náði hann ágætis hring. Andri náði loksins löglegum tíma og hendur sér upp í 12. sæti. Gunnar Karl er að koma yfir línuna núna og hann fer á toppinn, 2:21, 2:50. Hann er ekki mættur til að hafa gaman. Nei, hann er... Ég held að hann taki ekki marga gísla. Nei, ég held að sé eitthvað minna það, sko. Patrekur Magnússon á toppinn, 2:20,503. Hvar eru menn að finna þennan hraða? Stefán Freyr bætir sig ekki. Hákon Jökulsson stekkur upp í annað sæti og setur Gunnar Karl niður í það 3. Hérna er Stefán Freyr, já, nú Matti Óla Fiska upp í 4. Þetta var alveg ótrúlega.
Jæja, þá rásöðin að skýrast hjá okkur. Mér sýnist allir bílar vera komnir yfir og það er Patrik Magnússon sem er á ráspól með tíman 2:25:03. Hákon Jökulsson í öðru sæti, Gunnar Karl Vignisson í þriðja. Aron Breki er í fjórða. Matteo Fiska frá Ítalíu í fimmta og hann er að keyra alveg frá, hann er staddur í Ítalíu. Já, ef það var ekki verið að ljúga okkur á hann, þá er hann á Okkar Ítalíu. heimildi hann sé að keyra frá Ítalíu. Stefán Freyr Margrétarsson í sjötta. Hinrik Haraldsson sjöundi, Ívar Máni áttundi, Karl Thoroddsen níundi eftir að hafa verið allt of lengi á regndekkjunum. Þórólfur Ingi í tíunda, Yngvi Jón í 11. Valdimar Adnason í 12. Broadcast Guy eða Aron Óskarsson 13. á ráslínu, 12 sekúndum á eftir fyrsta sætin. Andri Maris, frændans Vilhíðans á ráslínu er 14. Sigurgeir Lúðvíksson er 15. Eyjólfur Jónsson 16. og Óskar Aron Stefánsson 17. Þannig að það virðist verið að Andri Maris hefði getað náði að setja tíma á seinasta hring. Já, hann náði hann inn á síðasta, næst síðasta hring. Skilaði sér inn á, og ég held að hann hafi farið á slikkan og náð þá heilum hring. Já, ég skil. Þannig að hér eftir örskama stund verður ræst og ræsingi verður á ferð sem þýðir það þetta verður rúlandi start sem að er vaninn í endurance kappaksturum að rúla af stað það er tölvöld öruggara heldur en að taka þessa ræsingu frá stoppi. Gaman á þessu. Það verður alveg keppni eftir þessu. Og til að svara spurningunni hjá CR3 Sentit, rigningsspáð, já. Ég get eiginlega lofa þér í að það kemur rigning. Getum við settið veðurspána hérna upp á skjáina meðan við Já, þetta er veðrið eins og það byrja að þykna upp. Eru tvær keppnir í dag, vistu ég það einhverju? Nei, bara 2 klukkustundir af racing. Skil. Góða skemmtun. Þannig að sjá öryggisbílinn vera að leiða hópinn inn á brautina. Hann mun svo fara inn í pitinn og þá er það undir fremstu mönnum komið að ræsa hann að kappastar á stað leið og græna ljósið fer af stað. Við erum hérna borð með Patriki sem er ráspólshafi en þeir eru í doppulfæl hlið við hlið fyrsta og annað sætið. Og það er augljóslega að byrja að þykna vef upp á brautinni. Þannig að við munum fylgjast vel með veðurskilunum en mér sýnist að það sé orðið ansi rakt allavega. Er byrjað að rigna? Nei, það er ekki byrjað að rigna. Það er ekki langt í það. Öryggisbíllinn kemur inn og fara yfir línuna það bil núna. Nei, þarna. Við erum væntanlega að taka þá fyrstu beygju og fara svo á staðið eða eitthvað. Hér eru þeir farin af stað og það er einhverjum sem situr eftir. Patrikur er alltaf að stinga af upp
Júrús og Radíon inn á Kemmel beinakaflan og þetta virðist vera nokkuð þjónlaust býtunum við. Andri og Ívar menn bara nokkuð prúðir. Hákon saksa hans á forskoti á Patrik og eru hérna á leiðinni inn í hægri beina sem virðist vera endalaust þegar þú ert að keyra þetta sjálfur. Speakers Corner. Andri Maris að taka fram úr Ingva. Sjá endur sem hvað þetta var á þannig, en Hákon ætlar ekki að sleppa Patriki frá sér. Þetta er löng keppni þá eru menn greinilega konum með olbúa alveg út á fyrsta ring. Og vá, hvað hann er nálagt þegar þú kíkir inn í bílinn hjá Hákoni. Það var stuðar hann á honum. Þessi beygja er tekin í botni til flestum kringumstæðum og svo næsta yfirleitt líka. Áður er koma að chicane, bus stop chicaneinu. Hérna frægasta chicane í heiminum. Við erum komin á beinakaflan. Patrik heldur Hákoni ennþá fyrir aftan sig. Ég geti séð fyrir mér Hákon reyna eitthvað á beinakaflanum hérna eftir Radíon beygjurnar. Það er næst. Það er gaman að vera inn í bílnum því að þú tekur eftir því þú ferð inn í beygina hérna vinstri beygina þá sérðu ekki exitið á beyginni og það ofarlega þú þarf eiginlega bara svona að giska hvað það er. Og fínt exit hjá Hákoni sem ætti að geta saxað aðeins á hann inn í kjölsóðinu. Það er bara spurning hvort að Patrik ætlar að loka á hægri beygina sem að á hægri hliðina sem er að koma hérna næst. Já, Hákon er skynsamur og dýfir sér ekki. Heldur bara áfram að setja pressuna á Patrik. Þannig að eflaust er að svitna á efrubuðinni við þessa pressu frá Hákoni. Já. Meðan hún að fylgjast með Hákoni og Patriki berast, þá er Gunnar Karl búinn að vinna sig upp í 4. sæti á kostnað Stefáns og Karl er komin upp í 7. sæti. Ég fannst eins og hann var aðeins neðar á hann. Já. Og Gunnar Karl er að setja hraða eftir sektor 2 núna. Þetta er ótrúlega vel gert hjá báðum þessum fremstu að halda þessu ansi clean hingað til þegar Patrikur skvettir smásteinum á stuðarinn hans Hákons. Hann þarf að slá af. Hann þarf að slá smá af þetta. Hákon færi sig frá kjölsóðinu til þess að lenda ekki á afturstuðarnum en mun hann taka dífuna hérna inn í busstoppið. Hann er búinn að prísa sig á utanverðina. Bremsar fyrr, ætlar hann að koma undir hann. Og þetta er vel gert hjá Patriki sem að kom hratt út úr chikaninu. Heldur fórustinni ennum sinn. Lassors er beygja sem þú getur tekið dífu en þú þarft að prísa það ansi snemma inn í það. Þannig að það virðist vera að Hákon sé ekki að finna leiðið fram hjá Patriki að svo stöddu. Nei, þetta er virkilega vel varist hjá Patriki. Núna er hann nálægt samt. Er hann að komast upp á hlið hans. Hann virðist vera komin upp á hlið hans á utanverðinni fyrir Les Combs beygina og en bara hlið við hlið.
Hákon heldur sér inn á brautinni og þetta virðist vera að koma hjá honum. Mér sýndist hann ekki að fara út á brautinni. Nei, ég held að þetta hafi verið bara snirtilega ekki, hann fekk enga incidentpunktaði neitt, þannig að þetta var bara allt eins og á að gera, sko. Virkilega vel gert hjá Hákoni sem að tók hann á utanverðinni inn í Les Combes beyguna og hélt sjálfum sér inn á brautinni og hann er strax farin að búa til forskot frá Patriki. Þannig að hann var ekki lengi að þessu í svona stóra samhenginu þar sem þetta er 2 tíma keppni. En það getur allt gerst ennþá því að eins og við sögðum frá áðan þá er spáð rigningu hér á eftir sem að mun vara í dágóðan tíma og keppendur munu öllu líkindum þurfa allir að fara yfir á regndekk, ekki nema þú sért með svakalega hræðar undir. Já, en svo verður fróðlegt að sjá, sko, þeir eru fara á regndekkin að því að eins og spáin er að þá er rigning og svo er úði og svo hættir að regna. Hvenær ætla þær af regndekjum? Já, þannig að þú vilt kannski meina að þeir sem að heldur sér lengur út á regndekjunum eins og Kalli og svona hafa kannski verið að undirbúa sig fyrir það að halda sig kannski bara á regndekjunum til loka. Það nefnilega gæti verið og það gæti hjálpað þeim, mögulega. Þjónustuhlíðin hérna taka náttúrulega 30 sekúndur, ef ekki meira. Já. Þannig að það eru 30 sekúndur sem þú myndir þá græða með því að stoppa ekki á þá kostnað þess að vera á hægari dekkjum þegar upp í staði þegar það byrjaði að þorna. Þannig að þetta getur verið gamble sem borgar sig en það er bara spurning hvort þú þorir að kasta teiningunum eða ekki og ég held að þessir menn alltaf fyrir aftan Hinrik, Andri, Aron Óskarsson, Matteo, þeir eru allir í góðu færi til þess að taka einhverja svona sjensa og kasta teiningunum og sjá hvort að þeir ná einhverjum úrslitum út úr því en miðað við hraðan á fremstu mönnum þá er ég ekki að sjá að menn í einhverja stóra möguleika að vinna sér upp mörg sæti hérna miðað við hraðan á fremstu mönnum en við erum að bíða að sjá hérna er Gunnar Karl að fara á innanverðina sýnist mér á Aron Breka og tekur fram úr honum á sama stað og Hákon gerði hringir undan þannig að virkilega vel gett hjá honum Gunnar Karl komin upp í 3. sæti en Aron Breki fylgir honum samt sem aður fast á hæla hérna þegar þeir fara í gegnum Speakers Corner og niður af líðandi vinstribeginni sem kemur þar á eftir. Gunnar Karl er ekki að ná að slíta Aron Breka frá sér sem að er gott merki það talent sem að Aron Breki er og það efni sem hann er ungur árum ennþá. Þannig að ef að þið ætti að fylgjast með einhverju nafni hér næstu árin þá er það Aron Breki sem er að sýna hann sem er hraðan til þess að keppa við fremstu menn. Gunnar Karl þarf að verjast hérna inn í eina þar undan. Það er spurning hvort hann þurfi að gera varnarakstur hérna inn í bus stop chicaneið sem kemur hér næst. Það virðist ekki vera. Það var bara spurning hver kemur hraðar út úr þessu komplexi hér. Nákvæmlega vel gert hjá báðum. Hálfsekúndu sem skilur að Gunnar Karl og Aron Breka þegar þeir koma inn á Kemmel beinakaflan og Aron Breki er í kjölsoginu á Gunnar Karli. Getur hann leikið saman leikin og Gunnar gerði við hann hér rétt á hann þegar hann tók fram úr honum. Hann er ekki nógu nálægt en færist hann aðeins nær og það er spurning hvort hann geti hangið aðeins í raskatinn á Gunnar Karli í gegnum restina af þessum kafla brautarinnar. Til þess að missa hann ekki of mikið frá sér.
allan svo slagur í brautinni sem er það mestur þessa stundina og þetta bara þannig þriðja sætið og svo ég sagði frá áðan þá gefur þriðja sætið peningaverðlaun í búði Stratos. Það er að verðlauna fé fyrir fyrstu 3 sætin auk hraðasta hrings. Þannig að hér eru bara menn að keppast upp á meir en bara heiðurinn hér á jólamótið GT Akademíunnar og Stratos. Já, það er fyrsta sæti gefur 15.000, annað 10.000, þriðja sæti 5.000 og það er 5.000 líka fyrir hraðasta hringinn. Þannig að það er ekki algengt í íslensku motorsporti að það sé verðlaunafé, þannig að þetta er virkilega vel séð og vonum að þetta verði til nýbreytni í íslensku motorsporti að verðlaunafé sé fyrir sigur og efstu sætin. Gunnar Karl virðist vera með ágæta stjórn á sætinu sínu, virðist ekki þurfa að gera neitt sérstakann varnarakstur annað heldur en að passa að hann nái góðum hraða út úr beginni sem skiptir mjög miklu máli, sérstaklega á þessari braut þegar þú ferð inn á langa beinakafla eins og kaflinn frá fyrstu beygju niður að Les Combes. Þetta er fyrsta beygja sem við erum að horfa á hérna og við tekum bara 2 km langur beinn kafli í botni áður en að þú kemur að Les Combes beygjukaflanum. Þannig að það skiptir öllu máli að ná góðum hraða út úr La Source til þess að það gerist ekki eins og hérna að Hinriki Andri virðist vera að taka fram úr Hinriki hér á utanverðinni og nær klára það fyrir beygjuna. Virkilega vel gert hjá Andra sem er komin upp í 9. sætið. Missir hann aðeins út á X-sætinu þarna en heldur Hinriki samt sem aður fyrir aftan sig. Hérna er að horfa á Ferrari á móti Porsche og svo ég sagði frá áðan þá eru allir bílarnir homologeraðir á sama hátt, þannig að þeir eru allir jafnir og í svokallum GT3 flokki bíla. Hérna er Ingvi Jón að verjast Valdimar og þetta var að mér sýnist helviti grófur varnarakstur hjá honum Ingva. Svo inn á beint fyrir. Já, og hann Valdimar er ansi tjónaður en mér sýnist Ívar hafa sloppið með skrekkinn að mestu allavega. Getum við séð endursýningu af þessu? Nei. Þú getur farið á Twitch á eftir, leitaðar að GT Akademíunni og horta á þetta allt aftur. Já, ég skil þig. Ok. Það er halvum útgáðan á útsendingunni í kvöld út af því að Mr. Broadcast Guy er alltaf látin undir stýri. Já, hann fær einstaka sinnum að keppa. Já, við gefum honum frí. En við sjáum að Aron Breki er ennþá að hanga aftan í Gunnari Kalli. Á meðan það var Hákon í fyrsta sæti bara að slíta sig frá Patrik. Bílurnar 2,7 en eins og kannski skýin gefa svolítið til kynna að þá styttist í rigningu. Já, skyggni er orðið saman sem ekki neitt þessa stundina og ef við fáum kannski að sjá veðurspána þá já, þetta er farið úr því að vera cloudy og yfir í það að vera overcast. Ég veit ekki fræðilega munin á þessu tvennu En það er samt, ef við kíkjum hérna á dekkin að þá sjáum við að Ingvi Jón og Eyjólfur eru komnir á blautudekkin sín. Já, Ingvi Jón var náttúrulega að lenda í árekstri við hann Valdimar, ef maður rétt. Já. Ætli hann hafi ekki bara farið inn í peittin og tekið rektekkin þá bara sem
sem bara svona í rauninni frítt hitt út af því að hann var að eyðileggja bílinn sinna. Já, og ég hugsa kannski að það sé stutt í rigningu Já. og þá tekur það ekki að fara á slikkana til að fara aftur á regndekkin eftir smástund. Já. Gæti grætt á þessu. Já, það virðist vera. Það virðist allan að vera stutt í rigningu en það er engins 15 mínútur búnar af þessari keppni. Þannig að það er 1 klukkustund og 44 mínútur þangað til að flaggið fellur. Þannig að það er langt eftir. Já. Það er, Og ég get eiginlega lofa þér því að það er fullt eftir að gerast. þetta er bara rétt að byrja, sko. Við erum með borð hjá Aroni sem er að sækja á Hinrik félaga sinn hérna í GT Akademíunni og Hinrik er einna sterkastur á þessum Porsche GT3 bílum. Það má mér sannlega segjast að hann er naskur bílstjóri. Já, þetta er líka bara svona upp á bragging rights hérna upp í GT Akademíunni. Algjörlega, og við sjáum það að Aron kemur ansi hratt út úr bus stop chicaneinu og hérna sjáum við bara hver verður fyrir á bensíngjöfina. Hér er Þórólfur Ingi að verjast honum Andramaris sem er búinn að vera að saxa sig jafnt og þétt upp listan og þegar hann ræsti 14. á ráslinu átti ströggli í tímatöku við að setja tíma, náðu því í lokin en hér er hann að sækja niður Kemmel beinakaflan. Þórólfur þarf ekki að verjast en hann er ansi laus þarna og Andri miklu fljótari út úr beigjunni. En þetta er erfiður kafli til þess að taka fram úr, ekki nema sér mun betri dekkjum en þeir hérna vítt eru áður ansi undirstýrir og koma þetta niður. Það er 100 metra hæðarmunur á hæsta og lægsta kafla á þessari braut, þannig að þetta er mikið upp í móti og niður í móti. Hann er Þórólfur laus þarna, náður að halda sér inn á brautinni. Og svo sést aðeins fyrir aftan, þar er Hinrik Aron síðan eru að taka fram úr, þannig að hann er alltaf að gera sér mjög líklegan. Heldum okkur þarna, já, hann er að leita leiða allstaðar, Aron, til þess að komast fram úr Hinriki sem virðist vera ákveðin lesastjóri þarna. Aron vill ekki missa Andra, frænda sinn, of langt frá sér. En Hinrik er að gera þetta mjög vel á þessum kafla að verjast Aroni og næsti séns Arons er þá að taka dífu inn í bus stop chicaneið hérna næst. Andri er ennþá fyrir aftan Þórhall. Hinrik er að nota alla brautabrautina til þess að ná hraðarum hérna niður. Þegar þeir koma að bus stop chicaneinu þá eru komin hlið við hlið. Aron er á innanverðinni og er kominn fram úr fyrir beigjuna. Virkilega vel gert og heldur sér snirtilega inn á brautinni. Aron Óskarsson upp í 10. sætið. Það er spurning hvort að Hinrik ætlar að halda í við hann eða hvort að Aron ætlar bara að fara að reyna að ná núna í skottið á frænda sínum. Andri er allan að ennþá að halda sér í stuðaranum á bílum fyrir framan. Hérna nær Andri góðu kjölsogi þegar bíllinn fyrir framan er að kýla sig í gegnum loftið sem Andri fær svo að njóta góðs af. Ætlar hann að reyna dífuna hérna inn í Les Combs. Og við sjáum hérna niður í hægra horninu, það er lítið að gerast í efstu sætunum fyrir utan það að Aron Breki, hann er ennþá bara að hanga í Gunnari Karli. En þeir virðast bara vera hérna að keyra saman frekar en að vera að berjast eitthvað voða bróðulegt hjá þeim. Já, Aron Breki er vissulega 0,3 núna á eftir.
Þetta er vissulega búið að vera svona í nokkra hringi. Já. Snyrtilega gert, myndi ég segja. En það fer að styttast í það að fremstu menn fari að hringa öftustu menn. Við sjáum það að Eyjólfur Jónsson sem rekur lestina hér eftir pitstoppið sitt aðan er hringa á eftir. Og þar er hann við erum að horfa hérna á kortið á okkar tímaskjám. Við erum að reyna að átta okkur á því hvað er langt í þetta, en hérna virðist vera að Hákon sé að taka fram úr Eyjóli og hafi verið að hringa fyrsta bílinn hér í kvöld. Er það ekki rétt hjá mér eða? Jú. Þau ekki laus hérna út úr bauginni, Já. missir Stefán fram úr sér. Það er ennþá bara Yngvi og Eyjólfur sem eru komnir yfir á regndekkinn. Já, öftustu tveir, þeir eru búnir að stoppa, sem þýðir það að þeir eiga mögulega að færast eitthvað upp listan. Wow, þannig eru þeir farnir að taka hressilega á því, bæði Aron og Gunnar. Þeir voru báðir ansi lausir þarna út úr beginum aðan. Við erum hérna borð hjá honum Aroni. Brautin er ansi skítug. Bílar er að kasta litlum steinum inn á brautina. Þeir eru auðvitað gamaldags kappaksbraut með malargryfjum og grasbölum. Já, sem hefur þurft að breyta nokkru sinnum í gegnum árin. Af skemmtilegum ástæðum. Já, og meiri segja eftir dauðsfall Tom Senna 94, þá var 94 belgíski kappaksturinn keyrður með mörgum chicanum af dekkjaveikjum og þar á meðal inn í frægu Rouge Radion beigjónum, en þeir dekkjaveikir voru sem betur fer fjarlægðir árið eftir, en svona til marks framþróun í öryggismálum bæði Formule 1 og öðrum kappakstursseríum, þá hefur þessi braut þróast í gegnum tíðina, enda orðin 120 ára gömul braut. Já, og það er fyrir þá sem horfa á formúluna og heilóið sem er ofan á bílnum, það er að hluta til út af áreksturinn sem varð á þessari braut. Já, það? Já, og það var frændans Charles Leclerc sem að misti bíl, eða það var semst rigning eins og er að fara að koma og missir bílinn, ég man ekki hvað að beygja að missi bílinn og fer út af á gröfu sem er að taka annan bíl sem að hafði farið út af nokkur hringjum áður. Þetta var Jules Bianchi? Já, sem átti að fara til Ferrari. Það stemdi allt í að hann var að fara til Ferrari þangað til að slysið gerðist. Þess vegna er ennþá fallegra að Charles Leclerc sé hjá Ferrari í dag. Hér er Sigurgeir að sækja á Stefán Frey sem lokar á innanverðinni og þeir fara hérna hlið við hlið í gegnum Les Combs. Sigurgeir er á undan. Það virtist vera clean hjá honum, fór ekki út á braut því að ef hann hefði farið út á braut hefði hann þurft að gefa sætið sitt tilbaka. En við sýnist hann að vera með þetta. Það virkir vel gert hjá Sigurgeir þegar Stefán reynir aftur hérna, fara að passa sig að missa hann ekki of langt frá sér ef hann ætlar að eiga möguleika að sækja tilbaka, en þeir kemur þetta undir í þeir snertast. Nei! Stefán klessir aftan á hornið á Sigurgeir. Sigurgeir nær að halda stjórn. Opið fyrir! Það er kaosarni fyrir aftan. Stefán hættulegur þegar hann kemur aftur inn á brautina. Það virðist hafa sloppið. Það virðist hafa sloppið en það munaði engu á að Stefán hafði náð að taka einhvern annan út, en frá okkur séð úr myndavélunum þá virtist vera að Stefán hafi bara
keyrt aftan á Sigurgeir, vel gert hjá Sigurgeir að halda stjórninni þrátt fyrir að fá bílarna á hornið. En það er, En býtum við, er Andri tjónaður? Það virðist vera Andri sér tjónaður. Allavega er hann að hríðfalla niður listan, er hann með sprungið dekk. það er spurning, en það er styttist í rigninguna, þannig að það er spurning hvort að þeir sem að fara inn núna, ef einhver þarf að fara inn eftir þetta, hvort að þeir hendi sér á regndekkinn strax. Við sjáum að Gunnar Kall og Kalli og Ívar allir komnir inn í pittin. Gunnar... Já, Gunnar Kall er komin inn í pittin, já. 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 Þeim getur eiginlega bara þýtt það að þeir eru á leiðinni á regndekkinn. Já, það virðist, eins og við sjáum það er byrjað að rigna á þessum hluta brautarinnar og hérna er bara komin traffík inn í pitt. Það eru allir að fara að skipta yfir á regndekk. Næsti pittur, þetta er Endurance. Og þeir fóru allir inn í vitlausum pitt með að við öskur hérna hjá okkur. Ég fór gennum allan pitti, ég fór í Grand Prix oft. Þeir fóru í vitlausum pitt, það er annar pittur fyrir, Já, fyrir Endurance. Þeir eru að villast, veit ekki hvað þeir eru að fara inn eða út, en þetta er löng leið að fara, þannig að eins og við vorum að tala um áðan, ef að menn á að halda sér á regndekkjum til loka, þá eru þeir að greiða eflaust. Þú sér, pitstoppið sjálft er 21 sekúnda hjá Gunnari Kalli fyrir utan aksturinn allan, þannig að ég myndi segja að þetta verður 40-45 sekúndur sem er svona sem pitstoppið tekur sko í heildina. Þetta sér að Stefán er búinn að vera 57, hver er að missa þegar það? 69, nei. Þetta er Patrekur, en hann er greinilega ennþá að slikum á leiðinni í pittin með að missa stjórnanda í þessari hægu beygju og hann er eins og belja á svelli þegar hann reynir að halda Aroni fyrir aftan sig sem að bjartir úti fyrir rétt ákvörðun að taka auka hring á meðan það er trafíki í pittinum eða eru þeir að missa tíma hérna á þessu að vera Sorry, ég var ekki sorry. og Aron og Breki báður á slikkum. þeir eru báður á slikum þegar Matteo búinn að vera í rúma mínútu í pittinu núna. virðist það vilst kannski bara af leið í pittinum. Það gæti verið, það gæti líka verið bara að hann hafi fengið sér 1 kaffibolla og við ætlum svo bara að koma aftur eftir smá. Nálægt. Þannig að fara þið saman inn í pittin. Við veitum að það verður ekkert meira aksjón í gangi þar en hérna eru menn sem eru komnir út úr pittinum á ferskum regndekjum. Aron Óskarsson búinn að vinna sig upp í 8. sætið úr 13. sætinu og er hér að etja kaffið við Sigurgeir sem að fékk hann Stefán Frey á hornið á bílum sínum aftur stöðar hann hér rétt áður en þeir tóku þjónustuhlé. Hann missi bílinn. Sigurgeir bara þýtur út af, er komin í vegginn og í malagrifina en virðist hafa komið í veg fyrir stórtjón þegar hann kemur hérna örugglega inn á brautina aftur en er hann tjónaður þarf hann að taka annað pitt Og missir að strax aftur. Hérna er hann Hinrik að koma framhjá honum, þetta er sleppur framhjá og býtur nú við, hvað eru menn með vasilín á dekkjanum? Ég er farin að hallast að því. En það er spurning hvað gerist núna hjá Gunnari Kalli á meðan menn fyrir framan hann er í pittinu. Hvort að hann nái að klóra sig fram úr einhverjum. Við séum að Hákon er komin á regndekkin og er aftur komin út að leika sér. Hér er Gunnar Kall að koma fram hjá mönnunum sem eru í 3. og 2. sæti sem eru ennþá í pittinum en þeir eru vissulega að koma hérna út. Patrekur er komin á brautina, er Aron að fylgja honum eftir. Mér sýnist Gunnar ekki ná að græða á þessu og mér sýnist á öllu að Aron Breki sé komin upp í 3. sætið. Þarna eru þeir. Virkilega vel gert hjá Aroni. Það komst ekki fram úr Gunnari á brautinni en nær hann að halda þessu. Gunnar er hérna á ferskari dekkjum, búinn að ná hitaði dekkin á innanverðinni. Hann að taka fram úr Aroni en næra fram úr Patrik, ekki í þetta skiptið. Nú erum við að horfa upp á 3 bíla slag annað sætið hérna. Og
Gunnar Karl á ferskari dekkjum, hann er á innanverðinni hérna, inn í þessa endalausa hægri beygju sem ég kalla og þetta er þröngt, spaki strákar. Patrekur hengir sig á utanverðina og allar hann halda þessu, hann heldur honum inn á brautinni, virkilega vel gert. Við erum farið í gegnum Speakers Corner. Aron í einhverjum tæknilegum vandræðum hérna og hann er hér innan hús þar sem við erum að lýsa þannig að við heyrum öskurinn í honum þótt að þið heyrið það kannski ekki endilega en virðist vera að Patrekur ætla að hanga á þessu og meðan hann er að byggja upp hita í sínum regndekkjum en við sjáum það að það er komin úrhellisrigning. Úðinn sem er að myndast hérna fyrir aftan bíluna gefur það til kynna. Það verður fróðlegt, þeir eru búin að æfa sig í æfingu að hann var rigning og það ég veit að það voru einhverjir sem æfðu sig í gær líka í rigningu þannig að þeir ættu svo sem að vita hvað þeir eru að fara út í en það verður fróðlegt að fylgjast með þeir fóru flestir inn saman og skiptum dekk og fóru yfir á regndekkin en það var spurning hvort þeir ætli að gera það sama þegar þeir ætla að fara aftur á slikkana en nú eru allir komnir á regndekk nema Valdimar. Hann ætla bara að vera á sínum slikkum. Já, sem er athyglisverð strategía. Já. Hann en þessi þriggja slagur sem við erum fylgjast með hérna er annað sætið og þetta eru eins og Ayrton Senna sagði þá jafnar rigningin leikinn hvað varðar bíla og sýnir hvað býr í ökumönnunum sjálfum. Hérna fara bæði Gunnar og Patrekur utan brautar við komuna út úr radíón inn á beinakaflinn. Ég veit ekki hvort að þeir hafi fengið sérstaka meldingu frá keppnisstjórn að hægja á sér. Ef að keppnisstjórn hefur talið að hafa grætt eitthvað á sér þá eru þið beðnir að gefa tímann tilbaka. Annars fá þeir refsingu en það virðist ekki vera neitt upp á skjánum í okkur sem gefur þetta í kynna þannig að það virðist vera alltaf lægi. En Valdimar virðist hafa verið að koma út úr pitnum núna en ekki á regndekkjum. Þannig að ég veit ekki alveg hvað er í gangi hjá honum Valdimari eða ekki á pit krúin hans. Hvort að þeir eigi ekki til regndekk eða hvort þeir finni þau ekki. En þetta er skrítinn staðar á brautinni. Já, ég verð að segja að þetta er athyglisvert að fylgjast með og kannski er þetta eitthvað tæknilegt atriði hjá honum að þetta er bara kemst ekki langt á sléttum dekkjum í rigningu. Þetta er hann búinn að glata stjörnum sínum og í blautu grasi er hann að koma sér aftur inn á brautina sem betur fer engin nálægt honum til þess að glessa á hann en þetta er ströggl restan af hringnum get ég sagt þér. Hann hlýtur að fara inn núna. Þetta er bara svona eins og að fylgjast með Landon Norris í Rússlandi. Já. Þegar hann neitaði að koma inn og Já, því að voru fáir hringir eftir. Já, hann var viss að myndi ná að sigra á slikunum sínum en því miður var þú ekki raunin fyrir Norris í það skiptið en það er verið að hringa þetta bíl eða er þetta orðið fjórabílaslag? Ég sé ekki alveg hver þessi fjólublái er. Nei, hún finnst bara gaman að vera þarna því þeir eru vissilega bara þrír að berjast um þetta. Kalli er þarna 11 sekúndum á eftir þeim í 5. sæti. En Hákon virðist vera með örugga forystu hérna núna Hákon fyrir pittin. Hákon fyrir pittin. Patrekur leiðir og Gunnar Karl öðru. Hvað hefur skeð hjá Hákonu því að hann var búinn að taka þjónustyrki maður sjá ég sé ekkert inn á skjánum hjá mér sem gefur eitthvað til kynna að eitthvað hefur skeð hjá honum Hákoni. Jú, hann virðist að hafa farið út af
Það hlýtur eitthvað að hafa gerst. Getum því miður ekki séð endursýningu af þessu að svo stöddu, en þið getur vissulega spólað tilbaka í útsendingunni hjá ykkur. Já, ef þið gera þá getið þið líka skrifað það í chati og sagt okkur hvað gerist. Já, því að við erum mjög forréttin að vita það, því að Hákon var búinn að eiga mjög solid reis fram á þessu. Eitthvað hefur skeð því að hann var klárlega kominn með dekkin. Ætli hann hafi vantað bensín, glemt að setja bensín á í seinstáttunum. Það gæti verið, þeir verða að taka bensín. Já, tankurinn dugar ekki alla 2 tímana, þannig að þeir þurfa vissulega að taka bensín ástand því að skipta dekk. Þannig að kannski er sú strategía sem við erum búin að vera að velta fyrir okkur að sleppa seinna pitstoppinu og halda sér á rektarhanginum, dekkjónum, bara ekki í boði bensínlega sér. Já, það gæti verið. Við sjáum Hákon var að missa Aron hérna fram úr sér. Dottinn í 7. sæti, en það er spurningi ef hann hefur verið að fylla á tankinn og reikna með því þá mögulega geta keyrt til enda því þeir munu stoppa allir aftur, munu fara á stikkana. Já. Þannig að ég veit ekki hvort að hann halda að hann geti grætt eitthvað á því. Já, þetta er allan síðasti bílinn sem ég væri til að hafa fyrir aftan mig ef ég væri Aron Óskarsson núna. Já. Að hafa Hákon í speglunum sínum er ekki... Það er ekki gaman, skemmtilegt, nei. Það eru margir aðrir sem ég myndi frekar vilja hafa í afturspeglinum. Nánast allir aðrir heldur. Já. En Hákon fór erlendis að keppa fyrir hönd Íslands nú í fyrra eða hittifyrra. Ég er svo lélegur með tíma. Já, hann fór held ég á þessu ári og í hittifyrra jafnvel líka. Já. Það við tvisvar farið. Þannig að hann er einn af okkar fremstu akstursíþróttamönnum í hermikapastri. Aron vissulega ekkert unglam heldur, hefur tekið þátt í kapastri, tímaðati og eins og við sögðum áðan þolagstri. Ásamt því að vera náðan Íslandsmeistaratitlinum í hermikapastri. Já, hann náði því 2020 í COVID-árinu. Já, það ekki, og svo fór hann að einbeita sér að streyma þessu frekar, hætta toppnum. Hætta toppnum. En þarna fer Hákon út fyrir braut. Þetta er... Já, forréttin að vita hvað er að frétta, en Aron er vissulega búinn að vinna sig úr 13. eða 14. sætinu upp í þá 5. sem sýnir það bara að consistency is key. Já. Hér í þessum þólægstu keppnum, þar sem að margt getur gerst á löngum tíma. En við sjáum að það virðist vera sem að Ívar Máni í hættur. Hann sé dottinn út. Hann er dottinn út? Já, og Valdimar er loksins kominn á rekdekk. Það er svoleiðis. Við óskum honum til hann rekdekkin sín þegar hann var fundið til fyrir hann í skúr eða fengiði lánuð hjá einhverjum öðrum. En aðalmálið er, hann er kominn á rekdekk. Já. Og hann er hættur þessum beljustælum á svellinu. Já, það var erfitt að horfa á þetta, sko. Já, það var bara beinlínis vont, sko. En hann líka er komið núna sko, Valdimar er komið niður í 15. sæti og 2 hringum á eftir fremstumönnum. Já. Hann á langa leið fyrir höndum, en það er málið með þessar keppnir að maður á aldrei að gefast upp því að það er margt sem getur ennþá gerst. Það getur bara orðið kaos á milli fremstu manna sem að senda þá niður í næstu sætin, sko. Þannig að... En það er eitt sem ég var að taka eftir sem er svolítið sérstætt með hann Ingvar Jón. Hann er ekki búinn að taka neitt pitstop. Hvað segir? Og hann er bara á rekdekkjum og hefur þá bara verið á rekdekkjum. Geturðu séð hvað við erum búnir með margar hringi? Erum við búnir með 15 hringi hér? Já. Og hann er á 16 hringi gömlum dekkjum. Hann ræsti greinilega á rekdekkjunum en einhver. Það getur ekkert annað verið. Við sjáum að það eru allir aðrir búin að taka lágmarki 1 pitstop. Þeir eru hvað 2, 3 sem eru búin að taka 2. Það er mögnuð staðreynd. Við færum okkur kannski á Hákon Jökulsson og sjáum
hvort að hann muni nálgast Aron hérna eitthvað á þessum ting, en Hinrik hins vegar er að varasækja á Stefán Frey en er það ekki lengur. Þeir koma hérna að busstoppinu. Hann er laus, hann Hákon þegar hann bremsar fyrir chicanið, kemur alveg, þetta er vel spilað hjá Aroni sem að var seinna á gjöfuna og vissi það að Hákon myndi bregðast við. Hann sá það, þeir eru báðir lausir þegar bremsa hérna fyrir Lassors og koma hérna inn á Endurance beinakaflan fyrir Radion og Jurus beigirnar. Það Ívar var að segja einna í spjallinu að netið hafi dottið út hjá honum. Sem er svekkjandi. Já. Og gífurlega svekkjandi. Hákon virðist vera að reyna svolítið mikið að komast fram úr Aroni en hann misti hann bara einfallega í Radion og Aron heldur 5. sætinu en sinn. Það er Gunnar Karl og Aron Breki, þeir halda áfram að berjast. En til þess að svara þessum skilaboðum á chatinu til hans Ívars, þá bara því miður, kallinn minn getur ekki joinað aftur, einfallega út af þessu glitsi sem var rætt á keppendafundinum hér áðan, að ef að menn dett út þá komast þeir ekki aftur inn. Því miður. En áfram gakk. Við erum hér borð með Gunnar Karli sem er að sækja á Arnarbreka. Þeir eru búin að vera alltaf grátt silfur saman alla keppnina, vissulega mjög prúðmannlega gert, en við skiptum hérna yfir á Sigurgeir og Matteo þegar þeir koma hér inn á lengsta svæði brautarnar til þess að byggja, til þess að saxa á bílinn fyrir framann, segi ég. Ég efast að þeir sé að taka þessar beygjur hérna í botni í bleytunni, en þeir gera það vissulega í þurru. Og Matteo fyrir utan brautar, kemur aftur örugglega inn á brautina, en virðist vera að Sigurgeir sé kominn með þetta, hann er kominn fram úr allavega. Og getur Matteo sótt tilbaka, við möttum að sjá það þegar hann velur fara á utanverðina, en Sigurgeir fer með hann alla leið og heldur sér. Fyrir aðeins að út af. Harpar sinna. Þetta er... ætlar að taka dífuna þarna inn í Speaker's Corner? Nei. En þeir eru virkilega vel gert hjá báðum. Það sem skiptir ökumenn líka máli er að passa upp á það að aka alls ekki oft utan brautar, því að hver skipti sem þeir aka utan brautar þá fá þeir eitt punkt í kladdan. Já. Og ef þeir safna 20 punktum þá fá þeir refsingu, held ég að þessi drive-thru refsing. Þannig að ef þú safna 20 punktum með því að keyra 20 sinnum smávegis út af, þá ertu einfaldlega að fara í drive-thru refsingu sem þýðir að þeir eru að keyra í gegnum pittin án þess að stoppa, og það sé refsingin þar sem þeir tapar náttúrulega gífurlegum tíma á. Þeir sefna einnig punktum fyrir það að missa stjórn á bílnum og að keyra á aðra. Þannig að sjáum að Stefán Freyr er kominn með 20 punkta, og ef við herðu, þarna fer Matteo út af, heldur sér samt frá einhverju tjóni, en Sigurgeir til dæmis kom með 23 stig, sem þýðir það að hann ætti að fara að taka út refsingunum sína. Veistu það? Ég myndi halda, en hann er áttur á móti búinn að stoppa tvisvar. Þannig að það er spurning hvort hann hafi tekið út einhverja refsingu í öðru hvoru pitstoppinu sínu sem hann hefur farið í.
En Hákon eldir Aron ennþá. Við erum bara ekki með þær upplýsingar eins og svona beint fyrir framan okkur. Nei, við gætum náttúrulega farið og spurt Aron sem setti þetta upp. Þannig að hann geti fengið spjall frá okkur með Hákon í afturendanum á sér. Ég er ekki viss að ég þyrfti að koma hingað aftur. Ég er ekki viss að þú myndir fara í það. Nei. Hvað? Og Aron er að... Aron gufaði upp. Það veitir sem að vera eins og... Já. Við sjáum að Aron er að pirrast yfir því að hafa horfið á brautunum og byrst aftur. Og ef ég hefði þann hæfileika þá var ég að hafa gaman einhvers staðar, en þetta er náttúrulega... Valdimar kom með kjötbolluflækið. Já. Var það að gerast núna? Jú, það var að gerast núna. Valdimar kom með kjötbolluflækið eftir að farið út af. Hann er náttúrulega langsíðastur þessa stundina. Kjötbolluflækið þýðir að bíllinn hafi tjónast. Þannig að ef við skiptum aðeins yfir á Valdimar og sjáum hann er neðstur á það, þá er hann á leiðinn inn í pit með tjónaðan bíl. Við sjáum þá á stýrinu að hann er ekki að keyra beint þessi bíl. Nei, hann þarf að berjast aðeins við hann. Já, vel gert að ná að keyra hann sjálfur inn í pit, því að þú sparar visslega tíma á því í flestum tilfellum. Frekar heldur en að kalla á ímyndaðan tow truck sem að keyri þig inn í pitinu. En sjáum það að Aron er ekki að missa Hákon frá sér, er að halda sér undir sekundunni hérna. En við sjáum það að skygnið er ekki mikið, býtum við, Hákon fyrir vítt inn í beina, er hann ansi laus. Sjáum það að menn þurfa að berjast af lífs- og sálar kröftum við bílana sína í þessum aðstæðum. Og það rignir ennþá á brautinni. Ég myndi halda að það fari að stytta upp, þannig að það styttist í að við sjáum aftur pit stop action. Og þá er líka spurning hvort að einhver ætlar að reyna að vera sniðugur og fara á undan öðrum eða hvort að þeir fara allir saman. Já, sko það þarf allan að vera komin þurr lína í brautina. Já, það gæti verið meiri hlutin af brautinni gæti verið þurr á einhverju tímapunkti með einhverjum blautum blettum, og það er spurning þá hvort að þú takir þá sénsinn og farir yfir á slikkana eða hvort að þú farir á slikkana þegar það er orðið öruggara í raun og veru. En það ætti nú að koma í ljós fljótlega held ég. Við erum búin að keyra núna í tæpar 50 mínútur. Þannig að það er ennþá nóg eftir af þessu. Já, mikið rétt. Þórhallur Ingi hérna búinn að koma sér út af brautinni. Líklega ekki planað hjá honum. Nei, heldur ekki. En bílið var að aukast á toppnum. Já, það er Patrekur Magnússon. Hann að keyra solid keppni. Já, hann er með 7 punkta. En Aron Breki, aftur 12 ára, er með 0 punkta í öðru sæti. Það er náttúrulega svakar. Og hann er í Belgíu og hann er búinn að vera í þurru, hann er búinn að vera í rigningu
Hann og Kalli eru þeir einu sem eru með 0 punkta. Já. Og Kalli á nokkur ár inni á Aron. Kalli er búinn að keyra í iRacing lengur heldur en Aron Breki er búinn að vera á þessari plánunni. Það er svolítið svoleiðis og við sjáum að Aron Breki virðist vera að minnka bilið aðeins í Patrik núna. Þannig að það er fróðlegt að sjá hvað hann gerir. Hann er búinn að sanna það 8.1 og 8.2 að hann kann alveg að keyra bílinn, sko. Vissulega. Og já, fyrir... Nú er Aron Breki í öðru settum sem stendur sem gefur honum 10.000 krónur í lommen. Já. Hvað hefði þú 12 ára gert við 10.000 krónur í lommen? Ég myndi skjóta, ég myndi gera eitthvað heimskara en Aron myndi gera því að... Já, hefur meiri trú á honum? Já, ég hef töluvert meiri trú á honum. Hann virðist allavega að hafa einhvern aga og geta keyrt og einbeitt sér að því sem hann er að gera. Eitthvað sem þú bjóst ekki yfir? Nei, ekki þegar ég var 12 ára. Þetta hefur örugglega verið bara bland í poka og eitthvað vitleysa fyrir afganginn, sko. Ein gömul og ein ný á bónusið. Já, það ekki. Og svo far ég hann að leikfangabúðina sem ég man ekki hvað það var í Mjóddinni. Hún var geggjuð, kaupa knallettur í byssuna sína. Já, ég man eftir þessari búð. Ég man ekki hvað það heitir. Leikbær sem meira í skrifinni. Það er leikbær. Leikbær var í Mjóddinni. Já, ok, þú meinar. Góðu tímandinn. Já, það var gaman. Þá þurfti ég ekki að borga reikninga. Það var gaman. En Aron þið sjáu það ekki, en á baku þetta hvíta þarna fyrir framan hann, þar er Patrikur. Já, þú meinar. Nei! Hörðu! Þetta var Valdimar. Þeir voru að hringa. Þeir voru að hringa hann og hann missi stjórn á bílnum. Patrikur virðist hafa sloppið, en þá er næsti, hvað er þetta, Eyjólfur þá með fyrir framann. Eini, þetta er Yngvi. Eyjólfur er komin í pittin, er í pittinu núna, en er Valdimar komið með svart flagg? Já, hann er komið með svart flagg. Hann er komið með 27 punkta og svart flagg. Sem þýðir hvað er hann? Þýðir það að hann er að ljúka hér keppni eða er hann að taka út refsingu? Býtu nú við, þarna Er þetta ekki Aron Breki? Er Aron Breki þarna að missa bílinn? Já, þetta er... Nei, Gunnar Karl kemur þarna. Gunnar... Já, nei, hann missi bílinn! Nei! Skiptir mér að Gunnar Karl sem að endar í veggnum. Þetta var hættulega gert hjá Aroni Breka sem að tekur hreinlega Gunnar Karl hér úr umferð. Bara með því að sjá hann ekki í speglunum. Það sér allt og sent, svo kemur Valdimar þarna, tekur fram úr Gunnar Karli aftur. Við veitum það að Valdimar er náttúrulega langt fyrir aftan alla. En hvernig Gunnar Karl er ennþá heyrandi eftir að hafa þrumað í dekkjavegginn, skil ég ekki alveg ennþá. Nei. En eins og við sjáum þá er að stytta hér upp. Sólin er að komast hérna í gegnum skýin, þótt að sé ennþá að dropa úr himninum, en ég gerir ráð fyrir því að það sé að stytta upp hér á næstu mínútum, þannig að valið hjá Gunnari Karli og honum Aroni Breka þegar þeir fara hérna inn í pittin er ansi erfitt. Hvort þeir ætla að enda sér áfram að regndekkjunum eða taka sensin á slikkunum núna. Já. Eyjólfur virðist vera komin á slikkana sína. Já, mér finnst það fyrir að djátt. En mér finnst það hann of snemmt. er ekki að tapa. Nei. Verandi hring hér á eftir og... Nei, 2 hringjum á eftir næsta. En hann getur þá, því að þeir eru nú á spjallinu, getur að miðlaði til þeirra hvort að þetta sé vitleysi eða ekki. En við sjáum sko að Gunnar Karl og Valdimar er náttúrulega bara að fara í pittin, hann er með svart flagg. Sem þýðir það að Hákon Jökulsson og Aron Óskarsson eru hér að færast upp sæti. Já. Og ég ætla að minna fólk aftur á það að Aron Óskarsson, broadcast guy, ræsti 13. og er búinn að vinna sig hér með upp í það 5. Hann var endur í 5. áðan líka. En virkilega vel gert og
Aron Breki heldur áfram, fór ekki inn í pit, jafnvel þótt hann klesti að það vekkir. Kannski voru skemmdirnar á hans bíl umfangsminni heldur en hjá Gunnari Karli. Það gæti, en hann fekk hérna, Aron að taka fram úr Hákoni. Hann kemur hérna utanverðinu inn í Lex Combs eftir Kemmel beinakaflan, heldur sjálfum sér inn á bílinu inn á brautinni, en Hákon kemur hérna tilbaka. Hvað þeir eru nálægt, þeir fara hérna hlið við hlið út úr þessu chicane þegar þeir koma hérna niður að endalausa hægri beginni. Aron fyrir framan, Hákon ætlar að... Já, mér sýnist þetta að vera komið á Aroni. Mér sýnist það. Í bíl allavega, þeir skipta hérna sæti eins og ekkert sé, virkilega snirtilegur kappakstur á milli þessara tveggja. Herðu, byttu, hvað er... Það komin eins og Gunnar Karl hefur mögulega lent í einhverju en virðist ekki vera, en Gunnar Karl hefur ákveðið að koma aftur út á regndekkjum. Já. Hann hefur ekki tekið sénsinn. Við sjáum það að Eyjólfur sem fór út á þurrdekkjum snarlega hætti við þá að komin aftur inn í pitinn. Já, en Valdimar er líka komin, er í pittinum og hann er komin með sitt svarta flagg á slikkana. Já, virðist vera að við sjáum ekki Valdimar hérna hægra megin á skjánum. Nei, hann er komin úr pittinum. Já, ég skil. Á slikkana sína. En við sjáum Stefán Freyr, hann er líka komið með svart flagg. Og það þýðir eitthvað voða sniðugt. Það þýðir refsing, ef ég skil leikinn rétt. Við erum ekki með keppnisstjórnina hérna fyrir framan okkur. Þetta sem við erum að horfa núna, þetta er eini slagurinn eiginlega í brautinni. Þórhallur virðist reyndar vera nálgast Andra upp á 9. sætið. En Patrekur eftir áreksturinn hjá Gunnari og Aroni áðan að Patrekur búinn að mynda sér 11 sekúndna forskot í fyrsta sæti. Já, þetta er náttúrulega, ég veit ekki hvað dómarakeppninar munu segja við þessu atviki á milli Arons og Gunnars Karls eftir keppni. Dómarar munu ekki dæma í þessu á meðan keppni stendur. En það er ástæða allan fyrir dómara að skoða þetta. Já. Það sem að það er náttúrulega meira heldur en bara heiðurinn í húfi í þetta sinn. Já, það er eitthvað undir. Og Patrekur bara að auka bilið á toppnum. Já, og góður hálsar, það er að nálgast að miðbik keppninar hér eftir 1 mínútu er klukkutími liðan að keppninni og þá er annar klukkutími að þessari veislu eftir. Já, það er ekki nema þá klukkutíma eftir. Já. Og ég ætla ekki að kvarta við því. Ekki heldur. Það er margt búið að gerast. Sætum hefur verið riðlað hér fram og tilbaka. Sjáum að Aron er búinn að vinna sig upp 9 sæti, Kalli er búinn að vinna sig upp 6, Andri Már er búinn að vinna sig upp 6 og Sigurgeir er búinn að vinna sig upp 5 sæti. Og það 9 sæti í klukkutíma og rigningu og alls konar þvælu er virkilega vel gert. Heldur betur. Og það eru rúma 6 sekúndur fyrir Aron Broadcast Guy að skella sér upp á verðlaunapall og næla sér í einn 5.000 kall eða svo. Já, á kostnað Karls Thoraldsson. Já. Bókstaflega. Já, bókstaflega. Það við sjá að Hákon er
með ræðast hringinn eins og er. Við getum svo sem sé hvað hann Hákon var. er komin inn í pit. Er hann að kasta teningunum hérna úr 5. sætinu og henda sér yfir á þurrdekk? Það er spurning. Við sjáum að brautin er ennþá blöyt. Brauðin enda Þannig að- blöyt, en hvort hann sé að kasta teningunum hérna í slæknum með Aron og underkötta hann og þá bílana fyrir fram að sig í leiðinni verður bara komið ljós, en ég er mjög forvitin að sjá þegar Hákon kemur út úr pitnum, ef við getum fengið dekkin inn upp á skjáin, þá sjáum við að það er allir á blöytdekkjum, regndekkjum ennþá, nema Valdimar sem að er mættur í pittin. Valdimar er vantanlega að taka út refsingu í pittinum, en Hákon er ekki að taka út. Jú, Hákon var að taka út kjötbolluflagg. Já, Hann var með kjötbolluflagg eftir að hafa skemmt bílinn sinn á hann, og það var ástæðan fyrir pitstoppinu. Kjötbolluflaggið er sem sagt að bílinn sé ótraustur, ef það er eitthvað laust á honum sem getur þá losnað og farið í aðra bíla, þá er bílinn metinn hættulegur öðrum ökumunum. Þannig að þá er sett út svart flagg með appelsínugulum hring á. já. Og það er kallað kjötbolluflaggið eða frikadelle. Eftir að Kevin Magnússon fékk það ófáum sinnum í Formule 1 keppninni tímabilinu 2023. En ef við kíkjum aftur á pitstoppi, að þá Yngvi Jón, hún er verið illa við fólki í pittinum sinni. Hann vill ekki hitta þau og ætla bara að vera úti eins lengi og hann getur. Hann nennir ekki að tala við þetta lið. Já. Ég verð bara hér. Er bara að keyra sína keppni, Já. en hann hlýtur að fara að taka bensin einhvern tímabúti sem að hann getur ekki fengið nema að fara að hitta félaga sín pittinum. Það er spurning hvort hann díli við eitthvað annað pitkrú. Spurning hvort að það gæti að leggur bara beint inn að þau, Já. hvort það gæti fengið nokkra lítra. En aftur á móti hefur Valdimar ekkert á móti sínu pitkrúi og hefur heimsækt þau í 5 skipti núna. Já. Þau, sko, ef að þau fá bónus fyrir hvert pitstop, þá held ég að þau séu skellihlægjandi. Já, þetta sé jólabórinu sinn. Það hlýtur eiginlega að vera. Valdimar er bara góður að ná í smá auka bónus fyrir pitkrúis. Já, vel hugsað hjá hann. Já. Ekki hægt að segja það saman um Yngva sem er alveg saman um liðið sitt. Það fylgjast með Þórhall Inga úr 9. sætinu og hann er svona jafnt og þétt búinn að vera að sækja á andra. Maður er síðustu hringina, en þeir eru báðir að aka frekar solid mót, sko. Þegar þau koma hérna að síðustu 2 beygjum brautarinnar. Við sjáum það núna, það er farið að myndast þurr lína hérna í gegnum síðustu beygirnar sem gefur smá til kynna að brautin sé að þarna, en við sjáum það að Hákon taldi ekki nógu þurrt fyrir slikkana þegar hann heimsótti pitinn fyrir stuttu síðan. Við sjáum það að Aron er búinn að sækja hressilega á hann Kalla. Já, bílinn kom í 1,5. Komin í 1,5 og Kalli er akkurat að hringa, hver er þetta fyrir framan hann? Þetta er, Ég bara Eyjólfur hérna. Nei, þetta var ekkert Eyjólfur. Þetta er ekki Það var Eyjólfur. eitthvað allt annar. þetta er þetta hann
Karl, þetta er Yngvi Jón. Er þetta ekki Yngvi Jón? Hann er að fara að nota. Jú, Yngvi Jón. hann þvælist fyrir þá. Hann þvælist fyrir, hann missir stjórn á bílnum sínum í síðustu beginni Það fer frá. og hann á að vera bláflaggaður þarna. Ég ætla að vona að hann færi sig, en hann var að kalla að tapa svakalega miklu á þessu. Já. Yngvi Jón hleypur Aronu fram úr sem að gefur honum virkilega gott tækifæri á að sækja hressilega á Kalla hérna niður beinakalvan, ég er rétt á eftir. Hérna er komin spenna í brautinni og þetta er bara þannig þriðja sætið, síðasta sætið á pallinu. Matteo hérna, hann ætlar að fara fram úr Stefánu. Stefán missir hann. Vá! Matteo þarf ekki að stoppa bara. Þetta var næstum því stórsl, Rúnar. En Matteo var snöggur á bremsuna. Og þarna er hann komin með, Stefán Freyr þarna fyrir aftan sig. Nei, Stefán Freyr var að missa hann einhvern tímann. Já, þannig að þetta er bara bíl sem er einhvers staðar á eftir sem er þarna við. Já. En bílið hjá Aronu og Kalla komið undir yfir sekundu. Það var undir sekundu rétt á hann. Þetta er sekúnda bara. Já. Þannig undir sekúnda. Valdimar mættur aftur í pitinn. Hann er að raða inn jólabónusnum fyrir. Mér sýnist það á öllu að hann er bara að sækja sér refsingar í gríð og Já. mér sýnist að það sé málið að eftir að sér búin að safna þessum 20 púntum þá máttu bara safna 10 púntum í viðbót áður en þú þarft að fara aftur og taka út refsingu. Þannig að það er bara einfallega staðan hjá Valdimari að krefandi aðstæður á brautinni orsaka það hann hafi ekki. Nei, og við sjáum að Aron og Kalli voru að taka fram úr Stefánu Frey sem er komið með kjötbóluna. En bílið er ekki langt. Já, þetta er flott. Aron er nálægt og Kalli fer út. Kalli fer út á braut. Gæti þetta hægja á Aron er komið fram úr honum. Aron er komin upp í þriðja sætið í þessari keppni. Heldur hann sér inn á brautinni, rétt svo en Kalli setur pressu á hann með utanverðinni og Kalli er með hraðan út en virðist vera að Kalli þetta ekki gera tilraun inn í La Source en bremsa seinna blottur sem McLaren hjá honum þegar Kalli getur farið að setja pressuna á Aron hérna niður langa beinakaflan. Matteo komin í pitinn. Það er svo margt að gerast í þessari keppni að maður veit ekki hvað er upp og niður. Nei, þetta er... Stefán Freyr komin í pittin, Eyjólfur komin í pittin og Yngvi Jón líka. Það eru allir hérna í pittinum, bara er þetta út af... Já, þetta er... Það er mestaleiti út af flöggum, svörtum flöggum eða kjötbóluflöggum sem er sýnist ástæðan verið að mestu. Já, þeir eru ekki að fara á slikkana sínum meira ennþá allir á blautu dekkjunum ennþá blaut brautin en hún ætti að fara þornandi. Já, við sjáum það að það er komin þurr lína á köflum og það eru 50 mínútur eftir af þessum kapakstri. Aron er 15 sekúndum á eftir Aronu Brega sem er 19 sekúndum á eftir Hallriki sem er sýnist. Já, það eru allir öftustu menn eru í pittinum eins og staðan er akkurat núna. Já.
En Patrikur, hann bara einn í fyrsta sætinu sínu. Hann að gera gott mót. Já, honum langar í 15 skall. Hann á eftir að kaupa 2 jólagjafir. Þessi 15 skall fer í þær. Ég alveg vissu það. Honum vantar núna, veit ég. Já. Það bara... Þess vegna hann að... Veita gjafirnar til mömmu sinnar og pappa. Já. Það vantaði smá auka í pakkan. Ég er að hringa Inga Jón. Og hættir auðvitað að vera að hringa hægari bíla, sérstaklega á þessum kaflabrautarna því að Það tekur eftir að honum. fara út fyrir línu og er þá sleipar hluta brautarinnar. En þeir eru búin að vera í pittinum í 2,5 mínútur fyrir utan Valdimar sem held ég að fá sér kvöldmatt. Já, það er bara spurning hvort að þeir séu bara úr leik. Þeimlega. Þeir eru allir konu með yfir 30 punkta Já, nema Valdimar. Hann komið með yfir 40. ég veit ekki alveg hvað það þýðir en það er hægt að telja þarna pitturinn þarna hjá þeim. Þýðir það þessu... Nei, innininn í pittinu ennþá að telja á fullu. Ég er tala um þarna vinstra megin. Já. Þeir eru bara allir þarna. Ég var að hlusta á talstöð skilabóð hjá Aroni sem segir að hann er að vera bensínlaus sem þýðir að hann þarf að taka pitstop núna en brautin er ekki orðið nógu þurr fyrir þurrdekk, segir hann sem þýðir það bara einfallega að þetta endar í 3 stoppa keppni fyrir hann Já. einfallega út af því en ef hann er að verða bensínlaus þá er það staðan hjá flestum Ég myndi halda það. Það eru flest allir með áleika mikið magn af bensín í bílunum sínum sem þýðir það að það eru fleiri í þessari stöðu en ég átta mig ekki alveg á því hvað er í gangi hjá Valdimar og félögum í pitnum það virðist bara vera eins og þeir séu bara ekki með en Hákon er komin inn í pittin úr 10. sætinu þannig að því það kannski hann sé að taka bensín eða? Það gæti verið. Er þetta fyrstu En bensín Hákon er að taka 3. stoppið sitt. Sjáum að topp 5 þá er Gunnar Karl eini sem er búinn að stoppa 2 svar. En Matti og Yngvi og Eyjólfur eru allir konur aftur út. Hérna kemur Aron inn í pittin Kalli heldur áfram, þannig að Kalli á ennþá eitthvað að táknum. Kalli þá búinn að skjótast upp í 3. sæti aftur sjá virðist vera að Gunnar Karl muni ná fram úr Aroni áður en að Aron kemst út úr pitnum það er spurning hvort að Hinrik og Andri munu ná að taka fram úr Aroni einnig og við munum fylgjast með þessu núna þegar Aron er að nálgast pitboxið sitt hver tími hans verður en þetta er Hákon er búinn að vera 1,5 í pitnum þetta er langt stopp hjá Hákoni Já, Valdimar er búinn að vera stopp í 7 mínútur. Já, mér sýnist Valdimar bara að vera einfallega úr leik Já. hvað sem það þýðir, hvort það sé bara hættur sjálfviljugur eða hvort að keppnisstjórn hafi skipað hann að hætta það er eitthvað sem við fáum á hreint hér eftir keppni og við reynum að miðla þeim skilaboðum til ykkar í chatinu ef við fáum þar upplýsingar en hérna er Þórhallur að taka utanverðina á Andra Maris inn í Lassors þegar þeir koma hérna hlið við hlið og hann fyrir mjög vítt og meðan Andri fyrir mjög þrautrygg á hvort öðrum rosalega mikið blás þá hafði verið hægt að leggja tveggja eða stræta á þarna milli þeirra en Andri heldur 7. sætinu uppræti Jón
Og hann missir bílinn, Þórhallur Ingi missir bílinn í radíón og er núna þvert á brautinni sem betur verið enginn fyrir aftan hann til þess að koma og þjappa honum saman. Við sjáum að Hákon sem er að keppa setur svona emoji í spjalli. Ég held að þetta sé lýsandi mynd yfir í líklegast hvernig hann er akkurat núna og búinn að vera síðustu 3 mínútur, heldur bara utan hausinn á sér. Já. En á meðan þessum slag stóð á hann, þá komst Aron út úr pittinum í 4. sæti á undan Gunnari Karli sem að er, verð ég að segja, virkilega mikilvægt fyrir Aron að hafa gert, en það mátti ekki miklu mér. Nei. Og núna er Aron á töluvert þyngri bíl heldur en Gunnar Karl með fullan tanka bensíni til þess að keyra til loka, að ég held. Ég myndi halda það, en þeir eiga báðir eftir að stoppa, fara yfir á slikkana. Gunnar Karl tekur þá bensín, eða vonast allavega til þess að geta tekið bensín í sama stoppi án þess að þurfa að taka auka bensínstoppi eins og Aron var að gera núna. En við sjáum það að Hákon Jökulsson er ennþá í pitt. Sýnist mér. Já, hann er ennþá í pittinum bara. Og það er undarlegt, Já, það er að segja. Það eru Hákon með sko, hvað er hann með, 14 punkta, þannig að það er ekki það að hann sé með of mikið af refsingum. Hann var að klíra kjötfluguflæk. já, En við verðum að fá útskýringar á þessu. Það eru margir hérna að detta úr leik hvort þetta sé tæknileg vandamáli eða eitthvað annað. En þarna er Matteo einhvern veginn aftur að koma inn í pitt. Hákon verið vera allavega búinn að finna bensíngjöfina, lagður á stað. Og þá er það bara að standa á flatan. Og hann kemur út á regndekkjum og meðan Matteo er komin á þurrdekk. Já, Það er í pittinum á þurrdekk. hann ætlar að ná sér í þurr sko. En við sjáum að Valdimar er dottinn út einhverju hluta vegna. Já. Það er bæðið hann og Ívar Máni sem að hafa þá lokikeppni hér í kvöld. Já, við vitum að neti datt út hjá Ívari. Við erum ekki alveg með að reyna af hverju Valdimar hætti keppni, en manni grunar að sé út af einhverjum refsingum. Já, það er allavega það eina sem við höfum hérna fyrir framan okkur er magn refsinga sem að geti útskýrt það. En ef við fylgjumst núna kannski bara með toppsætinu, honum Patriki, sem er búinn að keyra botnmót til þessa. Já, Náði fórustunni eftir mistök hjá Hákoni. hann fær að hitta fólk svona rétt á meðan hann hringar þau, annars er hann bara aleinn. Og það sést, ef við förum hérna bara og skoðum hérna, að það sést í beyjunum við Apexin, þar eru ennþá pollar. Þannig að það er spurning hvort að þeir eða, nei, það er bara engin. Matteo er komin aftur á regndekk. Já, það eru 40 mínútur eftir, þannig að það er ennþá tíminn til þess að spá í þessu síðar í keppni, en tíminn minnkar og minnkar sem gerir það fýsilegt að taka hana pitstop, því að þetta tekur ansi langa tíma. Já. Þannig að ég er ekkert endilega að sjá það að menn sé að fara aftur yfir á stikka í lokin ef þau geta haldið lífi í þessum regndekkjum, jafnvel þótt að brautin sé að þóna. En það fer eftir í, sko, eins og núna er Patrikur með tæplega halva mínútu í forskot.
að hvort að ef að einhvern er að byggja sér upp það fórskot að hann fái þannig sér frítt pitstop. En við sjáum að Andri er komin inn í pittin, þannig að það er spurning hvað hann virðist vera bara að fengi verið flaggaðir inn. Já, hann fekk svartflagg. Já. Búinn að safna sér, Andri er í 10 incident points núna og hefur líklegast fengið 20 áður, þannig að leiður komin í 10 þá þarf að koma inn í pittin aftur og taka út refsinguna hérna. Þannig að það er ástæðan fyrir þessu pitstopi hjá Andra. Ég held hann sé bara einfallega að keyra í gegn sko, hann þurfi ekki að stoppa. En hann er stopp núna. já. Aron Breki farin út af. Aron Breki úr öðru sætinu farin út af, ef að skipta þetta nefnir á. Hann er búinn að missa afturvænginn af bílnum, hann hefur greinilega Fer inn í pittin beint. Þá er spurning hvort að Kalli er þarna stutt frá, þannig að hann er að fara að hirða annarsætið af Aron Breka. Þetta eru dýrkeypt mistök hjá 12 ára undrabarninu, en þá kemur reynslan frá Karli hér inn sem er að bæra hann upp í þessum því að Karl ræsti 8. eða 9. ef ég maður rétt í þessari keppni. Þannig að Kalli er búinn að fara upp 7 sæti, 6 sæti. 6 sæti. Og 7. núna þegar hann kemst loksins fram úr honum á þessum beinakalbrað, við sjá Aron Breka inn í pitinu. Þarna er að koma fram úr. Og þá er Kalli komin upp 7 sæti, sama á Sigurgeir. En þá sem hefur farið upp presssæti er Aron a.k.a. Broadcast Guy Óskarsson. Broadcast Guy. Og það verður spennandi að sjá. Aron er 12 sekúndur núna á eftir Aron Breka. Þetta er að hríðfalla niður í þetta núna. 6. Hann virðist vera að fara að koma fram hjá pittinum og taka fram úr Aron Breka, sem þýðir að Aron er komin upp 10 sæti. Aftur komin á pall. Virkilega dýrkeypt mistök hjá Aron Breka sem er að hríðfalla niður listan þessum stundina. Gunnar Karl komið fyrir ofan hann líka og Aron Breki dottið niður í 5. sætið. En Aron er komin aftur á ferð, þannig að hann ætti að halda 5. sætinu allavega. Ætti að halda hindingi fyrir aftan sig allavega eins og komið er. Og hann fór út á regndekkjum. Ef við sjáum þá grafík, þá er ennþá allir á regndekkjunum sínum. Það búast hittu, 14 gráður brautarhiti, 19 gráður lofthiti. Brautin er köld eftir rigninguna, vissulega, og það er náttúrulega farið að síga á seinni hluta þessa dags. En við getum staðfest að það er allir ennþá á lágmertu regndekkjunum út á brautinni ennþá. En Patrikur, hann var að næla sér í kjötbolluflagg, þannig að hann þarf að fara í pittin. Það er svoleiðis. En hann er með 50 sekúndna fórskot, þannig að það verður ansi fróðlegt að sjá hvort einhver ná að nálgast hann. Menn munu augljóslega nálgast hann og sérum hann fór hann utan brautar í radíón inn á beinakaflann, þannig að þetta er orðið stressandi fyrir kappan sko. Hann hlýtur að fara beint inn. Hann var að sækja sér svart flagg. Já, kjötbolluflaggið og svo stendur hérna svart flagg hérna. Ég veit ekki, nei, hann er bara með 11 innsýndumútar, þannig að hann var ekkert að næla sér svart flagg. En hann er vissulega með kjötbolluflaggið sem ég veit ekki alveg af hverju, það virðist ekki vera neitt að bílum hans. Við sjáum að bilið í Kalla var 55 sekúndur. Við komum niður í 47 núna, þannig að Kalli er að nálgast hann hægt og rólega. Það eru 35 mínútur eftir þessari keppni, þannig að það er dramatík. Það eru
menn núna í öðru og þriðja sætinu sem eru búin að vinna sig hvað mest upp listan og Hákon aftur komin í pittin. já, virðist vera vanti framöndan á bíluna sáfærum núna. Já. Þeir eru eitthvað að reyna að tjasla nú saman en virkilega sækjandi fyrir Hákon sem að leiddi keppnina eftir harða baráttu við var það Gunnar Karl? Já, það var Gunnar Karl Í og byrjun. Aron Breki þarna var alltaf stutt frá. Aron Breki og Gunnar Karl vilja bara vera í sætunum hlið við hlið. Þannig að við sjáum það, þetta er fljótt að breytast og Patrikur er núna væntanlega á leiðinni inn í pittin til þess að taka út refsingarna sína og hann fer utan breytar aftur, það er greinilega eitthvað að þessum bíl. Það virðist vera eins og þessi sprungið eða það er eitthvað allan á hann sem veldur því að hann er ekki að Sjáum hvort hann fari hérna inn. Ná, hann fer ekki inn. hann fer ekki inn með kjötbrúflakið á sig. Og við sjáum það á chatinu að Hákon Jökuls heldur hendur sér. Já, varst þú að segja þetta á hann? Já, ég var eitthvað... Það er svo langt síðan ég... Já. Þegar ég sagði þetta þá man ég og þú varst að segja þetta á hann. En hann kemur ekki inn. Og á meðan er hann að safna sér refsipunktum því að keyra utan brautar. Og meðan er Kalli að saxa hægt og rólega allan og niður forskotið fyrir aftur utan brautar. Þetta er ekki partur af brautinni. Þetta er partur af brautinni. Vissulega. Athyglisvert, ætla hann sé að reyna að halda í sér og komast á þurrdekk í sama pitstopi. Það gæti verið. Það er það eina sem ég get ímyndað mér að hann sé að gera. En á meðan er hann vissulega að safna sér refsipunktum. Hann er komið með 13 refsipunkta og ef hann fer upp í 20 þarf hann að taka út drive-thru refsingu að auki. Þannig að hann þarf vissulega að halda sér inn á brautinni ásamt því að halda bilinu sem mestu í Karl áður en hann fer inn, því að það er 100% að Patrikur þarf að fara inn á næstu hringjum. Annars er hann dæmdur úr leik. Hann má ekki aka með kjötbrúflaka á sér lengi. Bílið er komin niður 41 sekúndur, það var 52 og það ekki? Til dag er 55. Já. Þannig að það er spurning hvort að halda sér úti eigi eftir að reynast honum dýrkeypt. Það hlýtur bara að vera að hann sé að reyna að halda sér úti þangað til hann kemst yfir á þurrtækin. En við sjáum það greinilega, það er eitthvað að stýrisbúnaðinum í þessum bíl. Hann er ekki að ná að beygja eins og hann langar. Þannig að Nei, það er eins og hann leiti til hægri bíllinn hjá honum. sjáum að það tekur í það kröppu vinstri beygjarnar á miklum hraða. Hvort hann nái að halda sér inn á brautinni núna. Skiptir hann miklu máli að ná því. Þarna fékk hann annan punkt og hann er komin upp í 14 refsipunta núna. Þetta er dýrkeypt fyrir manninn sem leiðir þennan kappaktur og hérna fer hann inn í pittin. Það hlaut að vera. Ef við fáum upp dekkjagrafíkina á vinstri skjáinn þá getum við fylgst með því bara hérna í beinni útsendingu hvort að hann fari yfir á þurrdekkin þegar hann kemur út úr pittinum. En Karl Thoroddsen, Aron Óskarsson og Gunnar Karl Vignisson eru allir tilbúnir að taka við verðlaunapallinum hérna ef að Patrikur situr lengi inn í pitt. Þú sjáum Patrikur er ennþá að keyra í pittinum, hann á eftir að stoppa. Bílið að detta niður í halva mínútu. Þetta er löng leið til þess að keyra sko, hann er ekki einu sinni byrjaður að stoppa sko. Og hérna er Karl að koma inn á ráskaflan framhjá pittinum. Þannig að öllu á breyttu er Karl Thoroddsen að fara að leiða þennan kappakstri þegar hálftími er eftir af þessum kappakstri. Já, Patrikur er búinn að stoppa, það er stopp núna.
þarna sjáum við bílana hans og Kalli kominn upp í fyrsta sæti en Patrekur er kominn út á breytuna aftur á ljúgandi siglingu. ennþá á regntækjum sem þýðir það að já, þessi ímyndaða strategía sem við erum að gefa okkur hafa ekki gengið upp en hann heldur allavega hann missir aðeins eitt sæti frá sér með þessu og hann er með Karl í auksinn 5 sekúndum á undan honum þannig að nú er það bara hausinn niður fyrir Patrek og að sækja á hann Karl. Þvílíkt svekkjandi fyrir mannin sem leit þetta að missa þetta svona niður, hann var með að sé mínútu í forskot. Já. Það er spurning hvað hefði gerst ef hann hefði farið inn á hringnum á undan. Vissulega. Þetta var nefnilega, tapaði hann ekki 5 sekúndum á seinasta hringnum? Jú. Já, hann hefði kannski mögulega getað haldið fórhættusinni með því að pitta hringnum á undan, en you live and you learn. Já, og var ekki Hinrik að fara inn í pittin? Jú. Hinrik var að fara inn í pittin. Hann var ekki með neina sérstaklega refsingu á sér, fyndist mér. Nei, Hinrik er bara með 12 refsipunta. Við sjáum það að Karl er aðeins komið með 3 refsipunta í öllum þessum kappakstri, minnst af öllum. Aron Breki þar á eftir með 5. Já. Sem að er merkilegt fyrir það að segja að hann er búinn að tjóna bílinn sinn tvisvar. Já, hann lendir hana í tjóni og endar með afturendan í vegg, kemur inn á og tekur ekki eftir Gunnar Karl að fara fram á sig. Já. Svakalega svekkjandi fyrir Gunnar Karl sem var eiginlega bara svolítið stimplaður út úr toppstæðinu með því. En það er Gunnar Karl er að nálgast pallinn. Hann sér þarna að Aron sem er í 3. sæti eins og er. Það sér í skottið á honum 3,4 sekúndum, 5 sekúndum eftir honum, undan honum, þetta er sagt. En Patrekur er líka einnig farin að sækja á Kalla í fyrsta sætinu. Það er lítið slægja á keppninni eins og er rúm á 25 mínútur eftir að þessu. Hákon kominn að heilsa upp á pittinn sinn í 4. skipti í dag. Allir ennþá á regndekkjum. Einhver er búinn að prófa stikkana og sé bara að það er ekki málið eins og staðan á brautin er, en brautin er að hún er ekki að þorna eins hratt og maður bjóst við. Sjá, brautarhittin er komin niður í 13 gráður, var 14 gráður á. Og þá fer Sigurgeir í pittin líka. En Patrik nálgast Kalla hægt og rólega. Bílinn komið undir 2. Hörðu, hann bara bílinn komið í 1,3. Já, þetta er baráttan á toppnum minna og verður forvitnilegt að sjá hvort að reynsla tæpur þarna sækir sér í annan refsipúnt, komin upp í 15 og nú á hann bara 5 refsipúnta í refsingu. Það er líka
Og það er langt síðan hann þurfti að horfa á skottið á einhverjum öðrum bíl, sko. Þannig að það er spurning, hann þarf að venjast því aðeins aftur. Já, og skítið á lofti sem hann er upplegað núna, eftir að vera í hreinu lofti í allan hennan tíma, það er smá aðlögun. Tvær sekúndur. Það er hann að sækja á hann Karl. Það er ennþá svaka pollir þarna í Eau Rouge beyginni. Hérna farið það, Viktor, það eru 23 mínútur eftir. Já, klikkuðu við á grafíkinni með það. Já, ég vildi bara hafa þetta spennandi. Gunnar Karl farin að nálgast Aron að því að þeir eru að fara inn í pitinn saman. Strákarnir. Ætti þeir sé að skella sig yfir á þurrdekk, eða? Það er spurning. Aron, erum við að tala um Aron Breka eða Aron Óskarsson? Aron Óskars. Hann er ekki með eftir punkta, Gunnar Karl ekki heldur. Báðurinn í pittinum. Gunnar Karl sýnist verið í 4. sæti en það er bara út af því að pitturinn hans er fyrir framan Aron. Aron er búinn að vera lengur í pittinum. Spurning hvort þið sé að gera sömu hlutina. Nú er bilið komið undir sekundu þegar Karl og Patrikur eru báðir að ná hér hópi af öftustu mönnum. Þeir eru 3 fyrir framann. Og þegar þú ert í... Nei! Tókjó drifsar Kalli bara hérna út úr beyginni og Patrikur á silfurbati er komin aftur upp í 1. sætið. Hann þakkaði bara pent fyrir sig. Það mátti ekki miklu muna að þetta hefði endað illa. Nei, ég sá það. Bíllinn var á eins mikið til lið og mögulega gat áður en hann fór að spinna. Já. En þeir eru núna ennþá báðir að fara að sækja að koma hérna upp að öftustu mönnum sem að þeir eru heppnir að 2 þeirra fara inn í pitt á akkurat réttum tíma fyrir þá. Þú og Kalli fer inn í pittin líka. Er Kalli að sækja sér þurrdekk? Það Aron er spurning. og Gunnar Karl sóttu sér ekki þurrdekk. Ef við fáum dekkja grafíkina hérna. Þetta er hörkuslagur og búið að vera á nokkrum mismunandi tímum hér í kvöld á milli þessara tveggja. Já, það er Gunnar Karl er búinn að vera núna í baráttu við Aron Breka og Aron Óskars. Hann er nálægt, hann er mjög nálægt. Gunnar Karl. Hann bara slá aðeins af því að Aron á réttin á beygjunni og Aron hengi sig á innanverðina sýnist mér. Ætlar hann að gera? Nei. Og Aron læsir. Heldur sér inn á brautinni stand sem gefur hann rétt á að vera þar og þeir snertast. Gunnar Karl hreinlega ýtir við Aroni. Gefur hann smá boost Áfram með. inn á ráskaplan en hann er innanverðin hérna alltaf að taka dífuna á Aron. Hann gerir það þeir fara saman í gegnum La Source þegar þeir koma svo inn á hittmeinakaplan og Gunnar Karl er kominn fyrir framann en það er ekkert á milli þeirra. Getur Aron sótt hérna tilbaka fer miklu víðari línu inn í fyrstu hægri beygina og aðeins út fyrir en þýðir þetta að hann þurfa að gefa sætið tilbaka því Aron kemur miklu hraðar inn á beinakalvan. Það virðist verið eins og sé að slá af til þess að hleypa Gunnar Karli aftur framfyrir en ég er ekki viss. Nei, þeir
snertast og sendir Aron í gegnum malagrifuna eins og skítakamar. Og Gunnar ákvað bara að stytta sér leið. Og þeir halda sér ennþá með lið. Ég skil ekki hvernig þeir eru ennþá með alla pakka á bílnum eftir þetta. En Þetta ætti að vekja þá allavega ef þið voru orðnir þreyttir á þessu. Vá, Aron Óskarsson heldur sér fyrir framann eftir samstuð vissulega við Gunnar Karl. Ég vissi ekki hver á sögurna eða hvor einhver þarf að gefa sætið sér tilbaka en engin hætt á refsingum eins og frá keppnisstjórn á þessa tvo og fyrir að koma að Ingvar Jón hérna sem vissulega hring á eftir. Maður vona að Ingvi tefji þá ekki og hleypið þeim báðum fram úr því að við viljum halda þessum kappakstri eins hrætt og hægt því að þetta gaman að horfa á, Rúnar. Já. Við sjáum hérna hvort þið takið fram úr hann hér. Hlýtur að gefa þetta eftir. Hann fer út af. Og hann hlýtur að hleypa þeim báðum. Virkilega vel gert hjá Ingva. Já, snyrtilegt. Og taka sitt á línuna aftur. Aron hægari út heldur en Gunnar Karl. Alltaf Gunnar Karl að taka innri dífuna aftur eins og hann gerði á síðasta hring. Virðist ekki vera ekki nema að segja gabba þarna. Hann ætlar að prófa utanverðinni. Þeir eru nálægt. Oh my lord. Og hann fer aðeins á djúpt og Aron siglir áfram með auki forskot eftir þessa fyrstu beygju. Þetta trikk í fyrsta beygja. Já. Sérstaklega þú ætlar að fara út úr þessari þurru axlirsínu sem komin þarna og reyna eitthvað annað, þá getur það verið ansi erfitt. En vilið núna í 1,4 sekúndum þegar 17 mínútur eru eftir af þessum kappakstri. Patrekur virðist vera að byggja sér upp ágætis forskot aftur. Karl kominn náttúrulega niður í 3. sætið og Aron brekki aftur upp í það annað. Þannig að bilið á milli fyrstu þriggja er hátt í mínúta. Patrekur í 16 punktum. Þannig að hann getur fengið 4 í viðbót. Nei, hann getur fengið 3 í viðbót. 4. er refsing. Já, þannig að hann þarf heldur betur að halda sér á mottunni næstu, síðustu 16 mínútur keppninnar. Því að það er dýrkeypt að þurfa að fara að taka út refsingu á loka hringjum keppninnar. Já. En Rúnar, mér sýnist á öllu að það sé enginn að fara yfir á þurrdekk. Nei, mér finnst ég er ekki að sjá það gerast úr þessu. Það eru of fáir hringir til stefnum þannig að það muni borga sig þegar það eru upp í staðið. Ekki nema að dekkin séu bara alveg að klára sig á þessum ökumönnum. En hérna er ekki hægt að koma fyrir folaldi á milli þessara bíla. Þeir eru það nálægt tólurum og þeir fara hérna hlið við hlið gegnum þessar hröðu beygjur. Gunnar á Henry fyrir næstu. Já. Hann er komið fram úr. Það var bara spurning, kemur Aron tilbaka með dífu inn í bus stop chicaneið? Með að við hljóðin í Arni hérna, það er eins og hann sé að hoppa á Lego-kuppum. Og Gunnar Karl er komið með þetta. Gunnar Karl er komin upp í 4. sætið. Aron Óskarsson er með sinadrátt miðað við það sem við heyrum í hvaða stöðaskilur? Það er spurning hvort það sé á bensíngjöfunni, hvort það sé það bara fastur í botni með sinadráttinn. Á einhverju banna?
En hann hengur aftan í honum rátt fyrir það. Já, og að sækja á hann. Já. Hann verðist vera með mun hraðari línu í gegnum Radíon Júrús og hann að fara að ná að sækja nóg á hann til þess að geta tekið dífuna hérna inn í Lescoms beina, hægri beina næstu, hann færi sig yfir á hægri, sýnir sig, bremsar hægar, við sjáum hvernig Gunnar fer út af. Gunnar Karl skikar og Aron þarf bara að halda sér á móttunni og Gunnar Karl þarf að hægja á sér. Hann þarf ekkert endalega að gefa sætið eftir en hann þarf að hægja á sér nóg. Já, hvað hann er hægur og Aron flýgur fram úr honum. Já, þannig að þarna sáum við Aron búa til mistök með pressu á Gunnari Karli með því að sýna sig á innri. En samt, sko, að því að Gunnar byrjar á beginu og fattar svo að hann er ekki að fara að ná henni. Já. Þannig að hann ákveður að keyra bara í gegn í staðinn sem að held ég að Það er betri ákvörðun að fara í gegnum malagrifina, sko. Já, þótt að hann missa hann fram úr sér, en þá er hann ennþá í baráttunni við hann. Hann er ekki einhvers staðar að spóla mölin á brautina fyrir aðra. Hann vissulega heldur pressunni á honum og já, þeir eru náttúrulega búinir að prófa það núna áðan að fara í gegnum malagrifina, sikkvora á þessum stað, þannig að þeir verið eflaust orðast það. Í öðrum fréttum, Patrikur er ennþá með 16 refsipunta sem að heldur honum refsingalausum enn sem komið en það er ekkert annað að frétta hérna. Nei, hann nýttir hann. Vá, hvað hann var tæpur á að missa hann. Við sáum hann þarna Gunnar Karl rétt svo halda sér inn á brautinni. Þetta hefði verið dýrt. Já. En sjá, bilið er 1,5 rúmlega, þannig að það heyrist hérna yfir allt að Aron er aðeins að anda. Ég held að vita alveg að Gunnar Karl er á leiðin aftur. Þetta mun bara halda áfram eftir smástund. Ég held að einhver þurfi að redda Aron í röri til að stinga hann í vatnsflösku bara þannig að hann geti Þetta er bara átök kappakstursmanna að vera tens og þetta er 2 tíma akstur. Þetta er lengri stint verða þau alltaf svona í einni beit, sko. Nei, og það sko, ef þú hefur ekki prófað að sitja og keyra bíl, til dæmis í herminu hérna í GTA-akademíunni, að þá að vera í stólnum í 2 tíma, þetta tekur svo miklu meira á en maður býst við. Já, þetta er alveg workout, sko. Hinrik virðist vera að sækja aðeins á Andra-Maris og er að nálgast hann eftir þér. Sigurgeir er kominn inn í pitinn og já, Hákon er náttúrulega bara að fara að setja Íslandsmeti í pitstopi hérna innan skams. Já, ég held að hann er búinn að vera í 23 mínútur. Já, hann er búinn að vera 10 hringi í pittinum. Þannig að ég veit ekki hvort að pit-krúið hans að bara fara í jónafrí. En það var einhver sem sagði við hann á keppendafundi áðan. Þetta er endurance race og ef þú gerir mistök ekki gefast upp. Já, einmitt. Hann kannski kemur, hann er ennþá að hraðasta hringbendi Viktor á sem er hárrétt. Þú getur séð hröðustu hringina hérna, hann er á 2.19. Hérna er Hinrik að nálgast Andra óðfluga, er komin í stuðarinn á honum, ætla hann að fara á innri eða ytri. Það er spurning hvað Andri velur. Andri virðist ætla að hanga á ytri fyrir þetta. Hinrik sýnir sig en ekki nægilega nálægt til þess að taka dífuna. Andri fyrir út af brautar, pressan frá Hinrik var kannski að fara með hann og Hinrik er komið með þetta. Stundum það ekki meira bara smá pressu og sýnir sig í speglunum til þess að framkalla mistök hjá mótherja. Þetta reynir á taugarnar, meira en allt annað. Viktor að spyrja hvað fólk er að setja hringi núna. Þetta er í kringum 2.40 sem þeir eru að fara.
Patrikur sem að fara, hann 2.39, Aron og Gunnar 2.38 sem eru þá hröðustu menn í brautinni eins og Já, en hraðasti hringur er 2.19. Já, þá var náttúrulega gert í þurru fyrir rigninguna, þannig að það er ekki verið að fara að bæta þennan tíma í dag, þannig að við getum með nokkur vissu óskað Hákoni innvel til hamingju með hraðasta hring. Já, hann mögulega bara byrja að opna kampavínsflöskuna í peitinum. Já, allavega að skrúa innsiglið Já. af, já. En virkilega vel gert hjá Hinriki að pressa andra þarna út. Þetta mistök. Aron virðist vera að byggja upp bíl í Gunnar Karl, komið í 2 sekúndur. Og Patrikur virðist vera að halda sér innan brautar, bara nokkuð örugglega, þannig að hann ennþá í 16 refsipunktum. Þannig að það er ekkert meira að frétta þar, þegar 8,5 mínúta eru til loka. En Andri maður sem byrjar að nálgast Hinrik aftur. Hann langar í sætið sitt tilbaka. Og bíli hjá Aron og Gunnar komið aftur í 2 sekúndur. Við sjáum að Aron búinn að vinna sig upp í 9 sæti. Kalli, Andri og Sigurgeir 6. Virkilega góður árangur. Við erum borð með Gunnar Karli í borsunum hans. Það er ekki verið að fara að segja þess til sín. Það er taka þetta háhraða beygir, framtekinn aðeins farin að gefa eftir. Já, en þegar 6 mínútur eftir þá held ég að við getum eiginlega bara verið nokkuð vissir að það er enginn að fara á stikkana, ekki nema ef einhverjum langar að reyna að vera hugrakkur og reyna að næla sér í hraðasta hringinn. En ég veit ekki hver ætti að náði. Þeir eru 2 sem hafa náð undir 2.20 og það er Hákon sem er núna með hraðasta hringinn og Gunnar Karl. Já. Þannig að... Og Sigurgeir var að næla sér í eina kjötbollu. Það er svoleiðis. Já. Hann var að koma út í pitinu. Já, það hefur verið. Það er út á svollu. En Gunnar Karl var að nálgast Aron. Það eru 5 mínútur eftir. Það er tími og það er einn krampi viðbót hjá Aroni gæti þýtt eitthvað. Bíli að detta í sekúnduna. Já, þetta er það sem mesta spennan er í brautinni. Patrikur er bara með örugga fórustu í fyrsta sætinu. Aron Breki, 12 ára undrabarnið í öðru sætinu. Og Karl Olsen, reynsluboltinn í því þriðja.
Og það má alveg taka það fram að Hákon var að detta í hálftíma pitstop. Þannig að McLaren átti hraðasta pitstoppið sem var 2.1 held ég. Voru það ekki niður fyrir 2? Nei, það var ekki niður fyrir 2. Ég held að þú mátt ekki fara undir 2. Ég held að það væri breytt, þú mátt ekki fara undir 2. Út af einhverju, það er alltaf að vera einhverja öryggisreglur. Þú mátt ekki vera hraðar en eitthvað, en ég held að þeir hafi átt hraðasta sem var 2.1. Hákon allar eiga hraðasta hring og lengsta pittið. Já, vel sem vikið, Hákon, bara innilega til hamingju með þetta. Þú þarft að ræða það eiginlega við Stratos. Já. En við skulum koma þeim skilaboðum málega þess. Viktor bendir hérna á samanlagður aldur fyrstu 2 sætanna er 29. Það er svoleiðis. Við vitum að Aron Breki er 12 ára. Já, þurfum að fara að reikna núna. Þá er hann 17. 17, já. Hann er það allavega á bílprófsaldri. Það er eitthvað allavega. Já, Aron Breki má ekki einu sinni keyra rafhlaupi þó. Nei. Það er heppinn að fá strætókort. Það er frýtt í strætókortin. Já, herðu. Herðu, Aron. Býtu, hvað er að gerast hérna? Hann bombaði vegginn. Aron bombaði vegginn. Það er eitthvað tjónaður. Kíkjum aðeins inn í bíl til hans. Sjáum hversu skökk. Það virðist ekki að vera mikið skakk. Nei. En hann er líka, Gunnar er ekki að nálgast hann á einhverjum ógnarhraða sko, þannig að virðist það að stoppa fyrir hotn. En þetta verður kannski erfiðara fyrir hann að halda Gunnari Karli fyrir aftan sig núna. Það er eftir að koma í ljós. En það eru 2,5 mínútur eftir að þessu. 3 dottnir út. Ég ætla að segja að þótt að Hákon sé í pittinu með þá eftir 32 mínútur. Ég held að hann klára það bara. það yrði náttúrulega svakalegt að sjá Hákon koma út úr pittinum núna á lokarhringnum bara til þess að taka donutspól í hraðasta hringinn. Það væri fínt ef hann geti farið út á slikkum bara svo við fengjum að sjá hvernig það er. Þannig eru þeir að hringa Ingva í 9. sæti, en hann fór Ingi ekki bara inn í pittin líka. Ég sýndist það. Jú, hann fór bara í pittin. Yfirgaf partíi. Ég ætla ekki að taka þátt í þessu. Núna er Gunnar Karl kominn í sekúnduna. 1,2, 1,3. Þetta er næst seinasti hringur að mér sýnist. Já, ég myndi halda það. Ef ég sé stöðuna á Patriki, þá er hann að nálgast, hann mun koma yfir línuna áður en að flaggið fellur sem þýðir að það er auka hringur. Patrikur er Patrikur hengur ennþá í 16 punktum, þannig að hann virðist vera nokkuð öruggur. Já. Með 32 sekúndur í næsta mann. Hann er kominn yfir línuna, þannig að þetta er síðasti hringurinn. Ef við kannski bara fáum að fylgjast með honum kannski bara rétt á eftir bara. Ef það er ekkert annað að gera. Þetta er ennþá spurningin. Aron þarf að þrauka þarna fyrir framann Gunnar Karl í 1,5 hringi viðbót. Það er staðan sem hann er að horfa á. Og Gunnar Karl er að horfa á stöðarinn á þessum bíl sem hann veit að fór aðeins út af. Sem hann veit að er kannski aðeins laskaður og þarf að setja hausinn niður til þess að ná fram úr honum til þess að tryggja sér 4. sætið. Það er ekkert annað merkilegt í brautinni, ef svo má segja. Það er allir
þokkalega langt frá hvorum öðrum án þess að það geta allan ekki mynda sér neina slægi. Nei, hvernig gat missir hann? Úff! Það Þarna fór það. Þetta er svekkjandi fyrir Gunnar Karl sem að er búinn að lenda í ýmsum áföllum í þessari keppni, ekki bara honum að kenna. En þá getum við skipt yfir á Patrick sem er að koma hérna að enda markinu. Kemur hérna inn á lokakaflann. Kalli minn, það bara bremsa sig á stein. Takk, ég bremsaði sig. Patrekur Magnússon, 17 ára, samkvæmt heimildum af Fitz-spjallinu. Hann lenti í kjötbóluflækinu, hann lenti í pitstoppi sem hann langaði ekkert að taka, hann lenti í tjóni, en hann er að skila þessum Porsche yfir endamarkslínuna í fyrsta sæti. Patrekur Magnússon. Þetta er ótrúlegt. Maðurinn að Viktor að segja innilega til hamingju og í öðru sæti 12 ára undrabarnið sem er að lendi í smá áfættu líka, misti afturstöðunum sinn einhvern tímann í keppninni. Aftur vænginn sinn. Já, misti eiginlega bara aftur endan. En þessir tveir eiga klárlega framtíðina fyrir sér fyrir hönd Íslands í hermikappakstri. Aron Breki Valgeirsson klárar hérna í öðru sætinu og það var einhver bakmarkar komandi mark, en Karl Thoroddsen er hérna í því þriðja. Það virðist vera eins og hann sé að bakka út úr stigasætinu sem hann er náttúrulega sponsor þessa móts. Já. Þetta jólamót GT Akademíunnar er í boði Stratos og mér sýnist hann vera að slá af. Hann er allan vel búinn að minnka bilið í. Já, hann er ekki að flýta sér. Aron er að beint á eftir. Og það virðist vera að Aron Óskarsson ætla að skila sínum. Nei, mér sýnist ekki. Mér sýnist þetta bara að enda svona. Karl Thoroddsen þriðja, Aron Óskarsson í fjórða og Gunnar Karl, maðurinn sem leiðir formúludeildina, er að skila sér í 5. sæti í mark í þessu jólamóti. Næstu því. Það er 2-3 hringi viðbútt að ég ná þessu kannski. Auðveldlega. Takk fyrir kappaksturinn, þetta var æðislegt. Þetta var alveg frábært, tímatak á nógu reysið. Þetta taka meira. Getum við fengið Racer Salts? Er það bara... Það hlýtur að vera að við getum gert það. Ég var búinn að ákveða að taka smá bensín fyrst í styrtaði þess að ég klúraði þessu og ætlaði svo að fara bara aftur inn og ná mér í þurrudekkin sko. Svo þurfti maður ekki að stækja þurrudekkin, þannig að það er alveg gott verið bara að fylla bílinn fyrir eitthvað. Já, nákvæmlega. Hefði til hamingju, Patrikur. Frábær akstur. Já, takk fyrir reysið allir. Ég var dottir í spotterskýr bara þarna undir endan, ég var að keyra alveg. Já, takk fyrir að sponsora keppnina, þetta er alveg meiri þetta. Stratos og allir. Já, þetta verður gert aftur. Það verður önnur keppni í janúar og febrúar, vetrarmót.
Geggja, ég mæti. Já, Patrekur Magnússon segir að þetta nokkuð örugglega í lokin. Aron Breki Valgeirsson í því öðru. Karl Thoroddsen í þriðja. Aron Óskarsson í því fjórða. Gunnar Karl Vignisson eftir nokkur áföll endaði í 5. sæti. Þórður Ingi í því 7. Hinrik Haraldsson í 7. Andri Marius Hilmarsson í 8. Sigurður Lúgursson í 9. og Yngvi Jón Gunnarsson 10. Aðrir á lista Matti Óla Fiska í 11. Stefán Freyr Margrétarsson í 12. Eyjólfur Jónsson í 13. Hákon Jökulsson endar í 14. eftir Íslandsmet í pitstoppi og Valdimar Árnason, Ívar Máni kláruðu ekki keppnina í 15. og 16. sæti. Já, við þökkum bara kærlega fyrir okkur, þau ykkar sem að nenntuðu að horfa. Já, við þökkum fyrir okkur, hérna Get Ég Akademíunni. Ef við setja eitthvað lag eða eitthvað svolítið? Við bara bombum á það. Takk fyrir fjörið maður, þetta var gegn.